Spurning, are you ready now? Klukkan orðin 4. Það föstudagurinn 10. desember og FN 95 blöður hafið göngu sína á þessum dimma en fallega föstudegi. Auðun Blönduleiti og sitt í mínu sæti og við erum með fullan bát eins og nánast alla föstudaga síðan að COVID byrjaði. Sennilega eina jákvæða við COVID að það alltaf fullur bátur í FN 95 blöð. Það rétt. Ég ætla að byrja á fyrirliða þáttarins. Nýrakaður og nýkliftur, nýgreiddur. Mikið óðbóðslega lítur vel út í það. Það mætti alltaf verðum að fara að skrallið á þetta. Já, erum við ekki að fara á pöngfélagarnir? Það þriðji ammali á Steinda. Við erum mögulega að fara á hangað, fá okkur. Já, menn, hörru, byrju, hvernig var það ammali? Gær. Það ammali gær. Hvað meinar? Við vorum með hann í podcastinu í gær, ekki hann í gær. Þriðji ammali það? Já, af því að hann var á fyllir með rauðun og klökun og Steindi búin að vera fullur alla vikuna. Hann er að taka blöð. Það ammali gær, sko, ég bara, þú sagði þriðji ammali, það ammali gær, ég bara panikaði. Hann var fullur á miðvikudaginn líka. Já. Varstu fullur miðv? Nokkur byrjar í gær. Nei, ég fekk mér ekkert í gær. Nú, varst ekki með rauðun og klaka? Fáðu ekki alltaf rauðun þá? Sko. Nei, ég fekk mér bara kannski eitt rauðinsglas. Ég var bara Eitt glas? Já. Ok, ekki eina flösku? Nei, ég var svo illa sofinn maður. Ég var að, þú veist, eftir að við kláruðum hérna litli og rauðun og klakkan á miðvikudaginn, þá fór ég heim og við spiluðum fram eftir maður og ég svaf bara ykkur 2-3 tíma og allt í rugli. Mætti Þunnur í blöðkasti? Já. Fekst geggjaði gjafir þar? Nei, ég fekk ekki geggjaði gjafir. Allt á þriðjudaginn. Sko, við megum eiginlega ekki. Það hrista fljótt af sig samt, sko. Hann mætti lítil, tók 3 jólabjóra og sjá hann allir svo nýr, sko. Feskur þættinum, sko. Já. Egil tók mig bara teppið, hann bara, hvað að sjá þetta? Neldi mig hennar okkur jólabjórum. Aldrei sé mann mikið sminkaðan fyrir eitt podcast og Steindi var hann í gær, sko. Ég baði extra layer. En sko, málið að hérna, gjafirna drengir, þú veist, þið megi ekki miskila mig. Við megum ekki segja hina gjöfuna því við þurfum að hafa eitthvað sem præsi þættinum á þriðjudaginn. En það önnur rosalega afmælisgjöf sem eiginlega betri en peysan. Já, hún það sko, en fólk getur náttúrulega bara farið inn á Instagram mitt og sé hérna svona preview af þessu, en ég fekk peysu með mynda mér á öðrum líkama. Þú þarft ekki alltaf að tilkynna öðrum líka. Nei, þú veist, Nei, þú ert búin að segja þetta alltaf. Ég vil ekki meina að ég sé í góðu formi, en ég er í betra formi en þessi á myndinni. Þú skammast til fyrir hennar líka sem er á myndinni. Ég er með vangi, ég er með boga og ég er í bleiðu. Ég held að það er fólki sem trúi bara þetta sért þú. Það er að segja ykkur eins. Alltaf. Ég hitti eitt hérna á leiðinni inn á hann og þá spurði hann hvar peysan væri. Hvað er peysan sem hérna strákandi gáður eitthvað? Ég bara, þetta er svona skemmtilegt stemning. Þá vildi hann meina, og hann meinti það from the bottom of his heart, sko. Og hún fast þetta að vera high fashion peysa. Mér finnst hún gegn, ég sagði við, mér langar að eiga hana. Hann sagði, þessi peysa, hún þarf að fara í sölu. Og það sko, peysan sjálf flott. Líka snið á henni og hvernig þetta er flott. Þetta er flott hættupeysa. Það var líka rándi í peysa. Og síðan er þetta bara flott, smekkleg myndaðir í bleiu. Það var ekki ógæsluður í bleiu. Og tökul með vangi. Ég ætla að tala við og ég ætla að fá mér alveg peysu. Mér langar að eiga svona líka. Þú ert aldrei smekklegur samt í bleiu, sko. Ekki á mínum aldri. Mér finnst þú bera þetta mjög vel. Þú þarf að taka myndaði þegar þú varst í bleiunni sjálfur. Ég var ekki í því, það er nefnilega málið. Það er miskilningur sem, og ég var aldrei í bleiu. Það er stemming að sjá það. Það hafði ekki að setja þá mynd. Þetta er ekki fjartur, veist ekki munan að bleiu og skjöld. Við þurfum að gera aðra hérna peysu, Egil. Bara fyrir okkur. Hérna þegar hann skellir hlægjandi á flöskuborðinu. Það var önnur geggjur peysa. Það var algjört limited edition. En veljum við ekki að seljum bleiu peysuna. Þegar við seljum svona, ég segja 5-6 svona peysur. Já, við erum bara ekki að vera að gera það. Það er bara staðfest. Það er allir í þessu peysum. Manski kom sagði við okkur í podcastunum. Ég kæri ykkur. Já, ég kæri ykkur að gera það. Þú far kött. Nei, ég far kött. Þú ert ekki bríu og blöður, ekki bara að taka kett. Þú far bríf. Við erum alveg reynir. En hvernig var hérna, svo við klárum það, við kvöttu þig hérna 2-3 leiti í gær. Hvernig var afmælisdagurinn eftir það? Herru, þá fór ég bara heim og dóttir minn yngri er náttúrulega bara veik. Já, það skellur. Og þannig að maður var svona bara eitthvað að pappast og eitthvað svona, já, svo fór ég bara Var Sigrún með eitthvað geggjaða mat, afmælismat? Já, sko, hérna, hún spurði hvað ég vildi og ég var í rauninni ekki það svangur. Við fengum okkur bara svona osta og keks og eitthvað svona og svo fór ég náttúrulega, var í útsendingu á kvöldi. Þannig þú varst til að vinna allan afmælisdaginn? Já, blöðkasti og svo raunin og klakka? Já, þetta var, sko, eins og ég hef sagt við ykkur drengi, mér finnst þetta bara að vera svona frekar basic dag, sko. En ég, hérna En jú, ég var að gera eitthvað skemmtilegt á miðvikudaginn og við ætlum út að borða í kvöld. Já. Við 3 félagarnir ætlum að fara að fá okkur aðeins ykkurstaðar eitthvað mat og svona. Þetta er ekki ammali, ég er ekki að halda upp á þetta ammali. Jó, þetta er ammali. En ég er ammali. Það er ammali. Ég tek myndaðar á Instagram-trénu ammalismyndaðar, sko. Ekki með þetta 3 alltaf fyrir. En drengir, það var ammaliskjöf sem beinin hérna frá Ölgerðinni og FM.
Þetta er risastór jagerflaska. Þetta er lítra jager, ef þú klárar hann í útsendingunni þá ertu hetja. Ég ætla ekki kannski að klára Ef einhver bakkar það upp þá er það Stoney sko. Ég held að slátra ekki á flösku hann fengir áfengiseitrun. Hversu fullur var Landakös í en árstíður Rauðun og Klaka hann á miðvikudaginn? Herru, hann var Segðu mér að árið þetta skammar. Ég elska Landakös. Nei, hann var góður sko, en máli er að það var planið, þú veist, á dagskrá var að fara síðan vera því að lokar allt 10 Nei, lokar allt 11, þú veist, það er síðustu pantar Ekki fyrir celebrity samt sko. Nei, þú veist, það er síðustu pantar 10 Það lokar 10 fyrir venjulega góm. Herru, allavega, við sátum að það var á dagskrá þetta væri ekki búið samt þarna. Það færu allir heim til sín, það myndu allir sæna sig inn og fara í nýja leikin. Ég sagði Rakel frá þessu að restin afmælinu gerðist on the line. Hún var jafn nexlu og ég og Egil bara, guður góð, það er bara í tölvunni afmælinu. Ég segi hvað gerðist við Landakös. Já, og við mættum allir og vorum að keyra nýja leikin í gang og vorum að spila Kös, við sjáum og sér alltaf og kveikir á tölvunni, þá sér við bara, hann poppar online. Svo heyrist ekkert í hann. Hann döður. Og svo bara senda skilabóð bara 7:30 morgunin, hann hafi drepist í tölvustólum. Hann náði að kveika tölvunni, hann náði ekki að kveika leiknum. Það er þetta með uppáhaldskös, það er rosalega kös. Vaknaði bara í tölvustólum með headphone-in, bera neðan, bara eins og menn geima, þú ert alltaf að bera neðan eða ekki? Nei, það er nefnilega bara eitthvað. Það er mjög spesið ekki? Jú, það er enginn sem gerir það nema þú heldur það bara. Áhverju ætti fólk að vera að bera? Nei, þú svolítið að sérst þetta, þannig að hvernig var Kös ekki pingu líl daginn eftir það? Já, þú veist, jú, en hann var glín áttslopnum. Hvað er langt síðan að þið vöknuðu bara, vöknuðu einhvers staðar annars staðar í íbúðin eftir áfengistöða? Annars staðar heldur hann bara upp í rúminu þínu? Og bara í sófanum á gólfinu. Hvað þá í tölvustólnum? Mér tekst einhvern veginn alltaf að enda upp í rúmi sko. Já, ég líka. Þó ég sé blakkandi, ég enda alltaf upp í rúmi. Ég er ekki upp á eldursporðið eða í sófa. Eða í tölvustólnum. Ég er ekki með lanherbyggi eins og Stoney með lanherbyggi. Ég hef sopnað í tölvustólnum sko. En Svanþór Einarsson, eigandi fasteignasölu Mósbæjar, hann sopnaði upp við opn í Rússlandi þegar við vorum að hafa hann. Það var rosa. Þú veist að hann ekki að drekka bjór með röri eða því hann var búin að drekka svo mikið? Já, hann fær svo mikið skjálta í þingunni sko. Þannig að fyrstu 3 er alltaf teknum með röri. En maður er að sopnaði ég hitt hann bara, hann kom í morgumatinn daginn eftir með söðu sár á enninu og veskislaus. Og hann var svo feginn að vera bara með þetta sár og bara búin að týna veskinu. Hún fannst hann að fara svo vel út úr kvöldinu. Það var bara sigur. Já, menn sopnaði hér þar. Já, ég get svo sem ekki drifið allt og mikið kjaft. Ég var að pissa í Róm og datt framfyrir mig og glemdi að setja hendurna framfyrir mig og ég fekk að rísa sári yfir allt enni. Og þetta faceplantaður bara? Já, það var United Barcelona daginn eftir. Það er ekki að setja hendurna fyrir það? At the time, nei. En svona, ég myndi að segja 99% tilfella, jú. Þá myndi ég hafa vita á því, sko. En veistu hvað er að leiðilega núna fyrir þig, Steindi? Já. Þú er mjög langt í næsta afmæli. 364 dagar. Hún er með skýt saman. En stutt í jólin. Stutt í jólin, já. Það er kannski einu kostunum vega afmæli í DS. Þegar afmæli er búið, þá er stutt í eitthvað annað. Er þið byrjað að vesla jólagjafir þessar? Nei, ég er ekki búin að kaupa eina. Ég þarf bara að kaupa eina. Akkur, sér konan þetta bara alveg? Bara, hún er með hæfileikar að kaupa jólagjafir. Þannig ég skipti mig bara lítið að því. Ég þarf að kaupa fyrir hana. Þá er ég helviti góður. Ég er ekki alveg svona heppinn sko. Nei, ég þarf að kaupa slata. Já, ég er eiginlega búin að klára mikið af þessu sko. Við tókum bara törn nú 10. DS Tíma lífið, þú ert alltaf út hægast í vinnu minn sko. Mjög skrítið að þú sett búin allir 10. DS sko. Ekki alveg búin, en já, ég er svona að verða. Við erum að verða búin. Ég veit að maður má ekki dræða þetta of lengi. Mér er alveg gaman að klára þetta svona 21. DS. Já, en þú vilt samt alveg Akkur ekki bara Þorlok? Þá er komið stress. Nei, það er fullur í kringlu. Rávar og kringlu fullur. Já, ég þarf ekki að vera full til að ráða um kringlu. Þú bara nærðir í kaupir eitthvað drasl. Sko, ég er samt alltaf Þorlok sem er svo gæð. Yfirleitt einu sinni var ég átti allt eftir þá. Í dag þá ég bara kannski 1,5 gjöf eftir. Það er mjög sniðugt að eiga ein eftir. Fara niður í bæi og klára. Hvað ætlar að gefa konunni? Herru, ég bara veit það ekki. Nei, ég bara skildi vera að hlusta. Nei, ég bara hún er ekkert að hlusta. Hún er nú sagði hún að mökka sig. Já, hún er reyndar á litlu jólum upp í vinnu hjá sér. Það eru talað um litlu jólin. Það eru litlu jólin hjá okkur aðan frammi. Og maður dró jólavin. Svona leini. Já, við heldum að vita allir hvað erum að tala um. Dróst jólavin. Já, Steindi dró Sindra. Sem er geðveikt að fá hann sko. Já,
Og ég persónulega, ég hefði keft kampænin handánum því að hann merkjafríkan, Sindri. Já, ég get hann eitthvað svona Gucci-belti Já, þetta átt að kosta 5-7 sko. Það var að price tag á þessu. Já, þetta er bara Já, ég elskar the finer things in life. Þú kaupir það ekki 5.000 skall, sko. Nei, herru, Steindi gaf hann í gjöf. Hann kefti fótdauðan sem mér alveg fyndið, en ég vissi að Sindri myndi gefa hann einn áhuga þessu. Ég hef aldrei séð mann leika af dýtla og Sindra að þykjast finnast þetta skemmtilegt. Fótdauðans. Já, úr fóstbræðurum. Herru, og svo var ég hef hort á Fóstbræður. Hvaða fucking sketch var þið með fótdauðans? Þetta er svona action figure, þú veist, listamann sem gerir þetta og ég keipti á honum að þetta var svona, þá ertu með, þú veist, mynd af fóturinn að kirkja það sem að Steindi gerir Sindra hann tekur upp þegar hann opna gjöfuna og ég hef ekki séð svona lélegan leik á ævin minni þegar Sindri já, vá það skein svo í gegn já, herðu, svo leið og Steindi fór það sagðist að gefa vini sínu þetta já, þá sagði Sindri við mig Sigrún Ósk var hérna á hliðina okkur og leið og Steindi fór á klósetti þá sagði Sindri, minnst það viðbjöður hann var óeppin að fá Steinþór sko hann sagði, okkur þurfti ég að fá Steinda þá færði fótdauðan skemmtilega gjafir og flota það er miklu skemmtilega, sko, ég vissi að Sindri myndi ekki fíla það, sko já, það er samt ljótt, ef þú ert að draga þú átt að reyna að kaupa eitthvað sem að Þú átt að reyna að ná honum já, þú kefti basically það sem að þið langaði Steindra gata einn komýri að gera svona sínist já, hann hagast þið þannig en okkur leifður hún ekki Sindri getur að fara og kipta veistu hvað hefur þetta að gera? hann myndi aldrei kaupa þetta sjálf nei, hann er að hætti þessu nei, hann hendur þessu ekki þú gefur henni fótdauðans og síðan kort niðri að stendur, þú mátt taka mig í þú veist, það mætir heimtíðin og skoða your mansion og tekur hann með eitt eðalega góðan þátt já, gefa í heima það hefur verið góð gjöf ef hann mátt góða heimtíðin og það hefur verið geðvöku þáttur ég horf allar þetta, mér skaman að kíkja til fólk hann var búinn að kíkja til hérna í hinna já, þá var hann í 60 fermetrum af lanhólan og þú veist allt þetta nú var hann í a mansion þetta er okkur tveið þetta er part 1, part 2 hann fær ekki að koma þetta er þú verður eiginlega hann má það ekki viltu bara sína your tiny little home en ekki the mansion hann fær ekki að koma það hefur verið góð gjöf það hefur ekki bara sendað til þín með þetta frekar ég er í pinkulillu íbúði í Östukór Stenþór sko ég læta hann vita að hann séu velkomin hann er velkomin sko, hvað var hann að skoða þar senda á Sindra íkjaða borðið mitt að það var gjöfin já, það hefur ógætlega flottur haft þetta neðist í hana draslinu ég kannski sendi það bara skilabóð núna vistu hann var hann svona vonsvikinn bara hann er heima grenjandi nei, hann er stemningsmaður það er gaman að eiga ég fekk fullan kassa öllum jólabjórnum sem kom út mér finnst það geggjugjöf já, þetta er þegar fólk veit út fyllibit akkurat hvað er veðska blöð? Kynlíf og bjór þetta er ekki flókið ef þú ættir að kaupa gjöfandi mér þá ég einmitt keipt jólabjór já, ég getur innegni í kasínó nei, það er bara fullt að hapa þér já, þeir má sko, svona átt að hugsa þetta spilafiskir það hugsa þetta svona það er gjöf sem gefur áfram já, þú átt að hugsa hvað fílar einstaklingu sem þú átt að gefa það er sem þessi leikur gengur út á veistu hvað ég ætlaði að gefa honum? Ég ætlaði að gefa honum hlutabrif já, það hefur verið góð gjöf ég hugsaði, ok hann er elskað það ég hugsaði, ok, ég gefa honum bara hlutabrif 5.000 skall í einhver hlutabrif og ég ringdi bankan og tjekkaði og það var ekki hægt að ég þarf að kaupa það mína kennitölu og það þarf að framselja það á hans og þetta var orðið svolítið mikið vesen sko. ok, það er samt verið góð gjöf þú varst að hugsa þetta með vesen að framselja það er ekkert vesen sko. nú, ok, ég náttúrulega hef aldrei átt hlutabriðan ég veit ekki hvað framselja er þannig að fyrir fóndauðan sem er 10 sem er betri gjöf sko. leiður um að kíkja í your mansion það verður besti English þáttur of all time já, bara, það er ekki árið það er 2 þætti já, þetta er 2 þætti það er alveg veistla stemningi framöndan rosalega nátt það sem bara náttúrulega stendur upp úr að þau eru að koma engað Páll Rósinkrans og Þórunn Antonía þau keppa í karaoke hérna FNÍFM Blöð í dag geggjaði söngur já, þetta eru 2 okkur upphalds það er svolítið þannig Eva Laufey kemur líka í heimsókn til okkar ætlar að kíkja eftir við erum Masterchef já, ekki eða ekki á sínasta spurningkeppni Gilsann, hvað er þetta með þetta? sko þetta er næst síðasti þáttur ársins og föstudagur næst af því að þetta hittir svo já, föstudagur þannig að næsta föstudagur ætla að vera með King of Christmas sem er árleg keppni þannig að núna verði ég að vera með hver átti betra ár ég þarf að fá það hreint í dag hver átti betra ár 2021 sko þú fer bara yfir árið það er bara King of
2021 já. Okay. Ég tilbúið með hérna hvort myndiru fyrir Evu. Já, hvort myndiru frekar. Og það er búið að skrifa sérstaklega fyrir hana. Ok, fíla. Fála vel gert. Svo já, ég ætla að minna á gleðikrónur. Jói Ásbjörns, okkar besti maður. Þetta er eiginlega svona besta gjöfin sem þið getur gefið í skóinu. Þið þekkið eitthvað jólasvein og annað. Og þið finnið þær á gleðikrónur.is. Hann er með sin eigin gjaldmiðil. Og það er þetta nota þennan pening á öllum veitingastöðunum þeirra og þú græðir að kaupa peningin þegar það eru ódýrara. Málið er það sko, fólk er núna eitthvað svona aðeins að skoða brefin eða jafnvel að dýfa litlu tá í kryptó. Jói, hann hendi sin eigin gjaldmið bara í gleðikrónur. Cocksucking Joe. Hann á líka annarkvæð veitingastað á landinu sko. Já. Hann er með allt upp á tíð. Hann lokaði eldsmiðundaginn og gaf nákvæmlega 0 fucks. Og þetta er mjög Íslendingar elskar eldsmiðuna. Og hann fekk eitthvað heit og fólk átrúðni yfir hann eitthvað að loka eldsmiðunni að hana. Hann bara kvitti sér þetta í sík og skellja lægindi sko. Já, en fólk elskar eldsmiðuna þá þurft að mæta og kaupa pítsur. Já, en sko það er reyndar að koma geggjaða staðir, veitingastæður í staðinn. Já, ég finn Hallfreys að koma með ítalskan ekta. Þannig við getum hitast það fyrir the show. Ekki spurning, þetta koma inn í okkar götu. Þannig að ef fólk fíla eldsmiðna þá held ég fíla alveg eldbakaðar pítsur frá Emma Hallfreys sem hefur búið á Ítalíu. King Emma Hallfreys sko, hann líka með, ég kaup ekki ólífuolíu sem frá honum sko, hann er með bestu ólífuolíu á fólk heim sko. Það hefur fátt komið með jafn mikið óvart í atvinnumönnum okkar og þegar ég fór að hitta hann í Verona. Það er toppmaður. Já, því að hann var búinn að spila með þeim í C-dild, B-dild og A-dild. Gaurinn á borgina. Hann er bara stærsta nafnið. Hann er bara góðsögn. Já, og það er bara, hann er trítið eins og royalty. Þannig að ef ég verið hann, ég myndi aldrei flytja þann. Og hann verður alltaf með high quality rauðvín, hann líka, hann elskar red wine sko. Hann veist að fara á ítalska pítsu og red wine. Ég þarf að fá hann. Og Joe, sem snillingur sem hann er þetta með dollar, hann fara commission á hverju pítsu sem Emil selur hann. En allir Emil sé að gamer, ég þurft að fá hann í rauðan og klaka. Nei, hann er ekki gamer. Ertu þess? Það getur vel verið. Þannig að svo ekki búið til peningar sko. Já, sko, maður sem er mikið fyrir gott vín og góðar ólífóljur er ekki hangandi í tölvuleikjum á mærböksunum sko. Nú, veitu hvað, er ég ekki mikið fyrir ólífóljur og rauðin? Nei, þú setur klaka í rauðinni þess að þú að spila tölvuleiki á bróðinni sko. En stundum allsber sko. Nei, hvað ákveður ertu alltaf með það? Það er bara fólk sagði það var einhvern daginn sem sagði mig að gamers eru í því, það er bulli. Það var enginn að segja það við það. Gæti vel verið endur að hvað skýra það, ég veit það ekki. Hann er bara í slopp og einn góðru. Já, mjög líklega, já. En annars erum við í gýr, við erum allir hérna með jóla túborg, en það eru á leiðin út að borða og ætlum að fagna afmæluna Steinda. En sko, oftast byrjum við á Bubba. Já. En af því að það betur til. Já, það er svo, sko, ég ætla líka að spila okkar uppáhalds hérna á eftir. Hver er okkar uppáhalds? Sko, nei, hvað er eitt uppáhaldslægið þitt í heiminum? Rain on Me. Já, ok. Johanna. Nei, Too Late. Sko, það er líka ekkert eðla gott lag sko. Ég veit það, en að því að Þórunn Antonía og Páll Rósengars er að koma, þá ætlum ég að spila í fyrsta sinn held ég í F95 blöð, Jet Black Joe, hvernig líst ykkur þetta hérna? Förum í Higher and Higher. Rosalegt. Það er rosalegt lag. Þetta er alveg lag. Það er nákvæmlega ekkert að þessu lagi Higher and Higher, Jet Black Joe. Ég heldur endur að við nú einhvern veginn að spila Jet Black Joe áður í þættinum. Já. En ég veit fyrir víst að þetta verður fyrsta sinn sem Páll Rósengars kemur í þáttinn. Hann er aldrei komið. Nei. Það er rosalegt. Já, og hann er í næstu seríu af tónlistamönnunum okkar og ég get ekki beðið því að þetta er eina af mínum uppáhaldshljómsveitum bara frá upphafi. En það er komið að slúðri hér í F95 blöð og sko, ég er með fínasta pakkandi ykkur. Svona þannig sé, þetta er eiginlega allt pínusamt svona ég veit ekki hvernig orða, ég ætla að fara bara í þetta. Fyrsti slúðupakkin er af Brooklyn Beckham. Það er meistari. Sem er með, já, ég held samt hann er nú ekki gert mikið nema að vera sonur pappa síns. Maður er bara að fylgjast með honum í 20 ár. Já. Frá að var í bleiu. Þetta eru við miklir David Beckham menn. Já. Það er ekki ennþá í bleiu. Hvað er hann, eitthvað ennið tattoo ógeðið? Tattoo ógeðið? Það var með sko mikið af fólki að hlusta sem er með ermi sko. Já. Það segja tattoo ógeð sko. Ég er með fullt af tattoo, ég er að tala um að hann fekk sér tattoo af Dán, hún var sko gamalli tengdamömmu sinni sem var dáin. Nei, það var þetta er eitthvað, sko, ég verð að gefa Steinda prikar því að þetta er rétt hjá hann. Þetta er enn eitt tattoo viðbjóðurinn og já, þetta sem sagt, hann var búinn að fá sér augu ömmennar. Hann er trúlofaður. Já, augu ömmunar. Já, og hann er ekki mömmunar, ömmunar. Ömmunar. Það er líka alveg skrítið að fá sér augu mömmunar. Jú. En viðbjóðurinn heldur áfram sko. Því að hann er líka með ástabrif sem að kærastan hans skrifa á honum einhvern tímann þegar voru nýbyrjuð saman. Hann er með það yfir allt bakið á sér. Allt bakið? Já, nú var hann hins vegar að fá sér nýtt tattoo
Og þetta er sem sagt tengdamammans gengur með eitthvað svona trúarhálsmenn og þetta kallast Rosary Beads sem svona eitthvað hálsmenn sem að ég ekki mikið inn í trúarhálsmennum þó ég sé mikil Jay-Z maður hann var að fá sér tattoo af trúarhálsmenni tengdamömmu sinna og setti þá á hendina á sér Af hálsmenninu? Já, þannig að núna hann með hálsmennið sem sagt á handleggnum Ég skil bara svo lítið í þessu Ég skil ekki alveg bara hvað gerast Og með þessu fylgdi skilabúðin Our Little Bubble sem að einhver húmor hjá Bubble? Hjá fjölskyldinni eitthvað, ég veit það ekki En er þetta flott þetta hálsmenn sem þú séð, þá skil ég þetta sko Nei, þetta er bara eitthvað venjulegt trúarhálsmenn Það er ekkert varð í þetta sko Og hérna Heldur þetta að verið þannig að hann sá sér sagt bara herru, vá, ástu mín Tjöldin, ammaði mig geggja hálsvesti Mammaðinnar Já, mammiðin, má ég nokkuð taka myndaði og fara að láta flúra á mig Ok, getur snöft tattu sko Þetta er amma konunar Nei Og svo mamma konunar Augun, hann er með ömmuna Og núna mömmuna Er hann búin að hugsa þetta ef hann skildi hætta með þessari dömu Já, af því að svo er hann líka Og það hann er tvítugur, það ekki? Já Þú áttu alveg til að skipta maka eftir tvítugt sko Já, hann er 21 árs seldi Og hann er líka með ástabrifið yfir allt baki sem að hún skrifa Já, það er alveg leysir að gera þetta inn eitt svo 3-4 ár sko Ég hef að breyta sér í dreka eða eitthvað fjandan Já, sko, hann er með tattoo þá sem tekist konunans, mömmunar og ömmunar Já Þetta er í raun öll tattoo sem er að fá sér sko. Já, þetta er sko En er ekki með gamla? Beckham? Nei Það er með David Beckham hans pappa sko Settu hann á bakið þér En sérðu líka sko En sjáu myndirna sem fylgja hérna Hérna er hann að sleikja Hann er ekki ásjúkur sko Já, ég er hægt að vera eitthvað ástfóngnari Hún hlýtur að vera að hugsa bara það er eitthvað að hún Já, sko Nángríns Er einhver sem fíla svona rugl? Ég veit það ekki Ef ég myndi segja Rakel bara hérna Rakel ekki það að ammenar er ræðislega Ég myndi segja Rakel bara hérna ég er að spá að fá augu ömmuðunar hérna á nakkan á mér Hvað gerir það ekki? Hún myndi labba út Ég myndi ekki sjá strákan í svona 3 mánuð held Já sko en þú veist mann alltaf veit ekki Þetta er stórfurðulegt Kannski er ammenar samt með cool augu Kannski er hún með eitt lepp eða gerfu auga Nei, þetta er bara allavega hann var að fá sér tattoo með þessu hálsmenni Brooklyn Beckham Já, við óskum hann til hamingju með það Móðandi helst þetta samband Já, við höldum með þessu öllu Já, svo er, sko, þessi aumingi hefur verið nokkru sinum í slúðrun hjá okkur áður Það er alltaf af sömu ástæðum Kardashian kallina það Já Það er ekki, jú, alveg þetta Við erum búin að vera þetta í 10 ár og ég held að við erum búin að fjalla 3 eða 4 sinum hann og þá er hann alltaf að halda fram hjá Khloe Kardashian Er þetta ekki tippatöfla kallinn? Nei, það var annar, sko Það var annar fyrirvændi hennar, hún kann að velja það eins og við komum inn á hérna Hann, Tristan Thompson, viðbjóðurinn, hann var að halda fram hjá henni aftur og badnaði engaþjálfana sinn og hún er alveg í sjokki því að hún var alveg pottit á því að hann myndi breytast en það er ekki að gerast og ég held að hljóta að vera hætt saman núna fyrir fullt og allt Engaþjálfaran? Já og já, hún Khloe Kardashian, hún hélt sko að the lockdown myndi hafa góð áhrif að því að hann var búin að vera svo góðu pappi í lockdownin í COVID sko Hann æfði vel já En veitum hvernig er hún að fara Hún vonast bara til þess að hann yrði trúr Og fór hún í vittal og var að tala um þetta Greinilega Hver var aftur sem sopnaði á hann að jafnplúsinu í einhverja 2 sólarhenga og overdosað, það var Lamar Odom sem er líka hérna fyrir korfbóltamæður Tippatöflukallin Það er fyrirhandi hennar líka Hún er bara með vesinni Já, þetta er einhvern veginn Ég veit það ekki, hún er með einhverja típu skrýtna típu. Svo er lokast lúðrið, þetta er náttúrulega þessi maður er ekki það þekktur. Nei, það er hann hérna Jesse Smolley. Hvað sem að Jesse Smolley er. Djúvöldið gaman að þeim Hann var fundin sekur Hann laugði því að hann hefur lamin í drasl Já, 5 ákærulegum hann hefði orðið fyrir hatri sem sagt að vegna þess að hann væri samkynniður og svartur hann hefði verið lamin út af því en hann réði menn til þess að lemja sig og var fundin sekur af þessu plotti sínu Já. Þetta er bara með skrýtnari fréttum. Maður sjá mynd. Já, sko, þetta er hann leikur hann í Empire þáttunum. Empire, veistu, nefnir að horta Empire, sko. Já, og þú sýnir að mynda manni með kollegrími blöð, sko. Hann réð 2 félaga sína til þess að lemja sig klukkan 2 nótt, mínus 18 gráður fyrir utan Subway nótt og þeir segast lömdan í gæsalöpum og settu sko reiputur hálsjónum eins og alltaf að fara að hengja hann og
og það átti að vera gargandi maga hérna, sem hérna Trump stuðningsmenn hérna Þetta átti að vera hate crime Nei, þetta gæti ekki að fókast mér uppi á þessu mestara hérna, En á hann er í brekku hvaða stað ert í lífinu þar sem út byrjar að ráða menn til þess að berja þig til þess að fá vorkunni í fjölmjölum Paldi, Það er skrítið dæmið Það er rosalega Þegar hann vildi vera fórnarlambið þarna staðan fyrir bara einbytta sér að the acting career Skemmtilegur í Empire, fínasti leikari Ég hef aldrei séð þess að þetta Ég hef ekki hort á einn þátt sko Hann er í brekku Já, það er allavega, hann var fundin sigur Og þetta var slúðupakki dagsins Já, þetta var þetta ekki bara ágætt Jú, það ekki Jú Hér eftir smá er Gaman að fá samt gömlu reyfin aftur inn sko Kurt og Snipes og Já, ég kem með eitthvað gott slúðu næst, ég lofa En þekkið ekki eftir smástund og karaoke-keppni FM 95 Blöð. Þetta er Hugo með lagið Farin Annars er það hlusta hér á FM 95 Blöð og það er komið að dagskalið sem að heitir Þekki eða ekki Yes Og þá þurfum við að setja okkar besta fólk hérna undir sem að sjá, lækka hans í Hugo og Ég spáði ná mér í jólabjóra, það er lagið eitthvað vegna það Ekki er ég að fara að dæma þið Það er enginn í þessum þetta sem dæmi drikkjum Heldur betur ekki Herðu, við ætlum að fara Hvað spilast þetta ekki? 11 years 10 years 10 ár sko 10 Það er að detta núna í En ég er að fara að bjarga þessu 11 Sko Ef þú sælir á Spotify þá er það örugglega bara heima hjá Rikka G núna Já, það er eitthvað Ég er svona að hita uppur í punk Sko, mann sjá Hvor ekki vil byrja? Egil held ég byrja núna Það er ekki Ætla þú að byrja í Já, mér er ekki fínt saman Það er ekki lag undir Nei, ég er að Þú varst ekki að minnast á það Ég er að græja það Sko, ég leiði bara blöðu að ráða, blöðu kongurinn Þannig að veldu bara Já, já Ertu gamer ból eiginlega? Býttu, hvað okkur kemur þetta ekki heldur hérna? Jú, hann Þetta er shut up Hvað stendur þetta? Uppi Shut fuck you must Þetta er Jóta Þetta er Star Wars ból Þetta er jánað með Egil Ég kefti hann á ból, sendi á Manswes Mynda mér í honum Og hann grét næstu því að hann svánar að sjá mig í honum Hann elskar Jóta Sko með gamingból Já, ég er þýska Hann er í Star Wars Ég er gamer Ég er gamer í pásu Ég sé búin að græja þetta Kemur þetta hérna? Það er ekki Á hvað spotti var einn gertu núna? Ég er ekki á neinum Ég fann þetta bara hérna í tölvuna Því ég kann á hann eftir 10 ár Já, Steindi, þú mátt bara hoppa fram Já, ég fer fram Herru, Sindri er að syngja mig Já, hann er svo ósáttum í gjöfuna Já Hann er bara að láta það heyra það Ég fer fram Já, hoppaðu fram Hann er okkur vel pyrraður sko Slagast að gjöf sem ég sé sko Já, Steindi kaupir bara gjöf sem hann langar í Gefðu hann einhver flottan svona Einhver flottan lampa Já, hann hefði elskað gott freyðivinn Já, Eina flösku mói Eitthvað litla eða eitthvað Útsýbelti Já, það er kannski aðeins Versace nærbuxur Svona hérna Svona þveng Versace Svo Rúrik alltaf í Já, en sko Hann elskar það líka sko Ég veit en þú tala oft þessar nærbuxur í þessum þætti Þessar Versace nærbuxurnar Rúriks Ég hef ekki séð neitt í þeim sko Ekki það ég sé mikið að sjá Kallmenn á nærbuxunum Hvernig sérðu gæja Hvernig sérðu sexy gæja á nærbuxunum Ég veit ekki, ég bara Þú sér bara hér menjulega mann og hann er bara í boxer Ég bara tala um í ræktinu og svona Ég hef aldrei séð þessar nærbuxur Nei, en þú veist, Rúrik gerir neyru sig, þá sérðu það sko Já, ég held að það sé ekki að bara gerast En hérna, ertu tilbúin? 4 spurningar Já Og mundu, og þetta var einlagur Ég veit, ég er að rey Miklu skemmtilega, þú vannst Einu sinni vann ég. Og í jafntefli, þú verður ekki tapað í 3 vikur Það er góð punktur blöð Sættu, metnaði þetta, Ok. tilbúin Hvað er það gáðulegasta sem þú hefur gert? Sem ég hef gert Já, ég fatt að þess að því að hérna, ég var ekki starf í vikun ekki starf og þá sagði þetta er nú kannski ekki það gáðulegasta sem ég hef gert Þá fyrir að hugsa, ok, hvað er það gáðulegasta sem þú hefur gert? Það er spurning Já Það er erfitt að put me on a spot Gáðulega sem ég hef gert Leiðurinn gengur svolítið út á það Líklega er það árið 2014 því ég hendi mitt fyrsta Tiny Little Baby Líklega gáðulega sem ég hef gert Eignast barn Ég myndi líklega halda það Ég fíla reynskilina Ég var neyriðt fram að því og ég held ég að það gott að því Já, ég get staðfist það bara hér að þú þróskast mikið við það Þú er náttúrulega ekki þróskast mikið Herðu, til í næstu Í hverju ertu lélegastur? Í hverju er ég lélegastur? Já Ég myndi halda að ég var lélegastur í Sko, ég er helviti lélegur í nébinu Sko, maður út af því að Sko, Deddi hefur alltaf henda mér okay, helviti Þú ert ekki að tala við eitthvað steravinni núna Nei, málega, ég er að hugsa, hverju er ég lélegastur í Já Ég hef verið að ströggla mikið með beiguna sko. Því að við vorum alltaf félagarnir mástu í geminu Ég tók 265 eins og í Deddinu sem er fín Ég er 35 kílum á 300 sko.
Þú fórst í 2.30, þú glemma því það? Nei, ég bara bjóst við allt öðru. Þannig að það gekk rosalega vel. Beigjan hefur alltaf verið djöfisins ströggl sko. Okay, og ég er að velta með hvað annar er lélegur í. Er það eina sem þú lélegur í? Já, ég er bara, nei, ég er ekki lélegur í eitthvað öðru sko. En svona sem stöpa, á ég ekki að segja sem poppar upp fyrst? Jú, ég ætla ekki að fara að taka þetta að þér. Þannig að hnébega. Já, hann er bara að geta það. Ég er að vinna því í dag sko. Já, ok, hnébega. Ok, í hverju þetta bestur? Og ekki endilega bara eitthvað ræktatengt. Ok, í hverju er ég bestur? Já. Sko, ég er líklega bestur í, svona ef ég er að, ég veit að banna að grínast hérna. Já. Ætli ekki bestu líklega í að aðstofa fólki að koma sér í form, myndi ég halda. Ok, að þjálfa. Og svo er ég líka above average / frábær rithöfundur, en rithvelin hefur verið upp á hillu í langa tíma. Ok, ég gefur ekki það svar, ég skal gefa þjálfuna. Ég er íhuga comeback. Nei, slepptu því. Ég er í rithöfundasambandinu og ég er spáið því. Já, slepptu því bara. Og maður fyrir það sem áhuga því. Þannig að þjálfa. Já, ég veist. Ok, það er gott. Ég gefur það, þú ert góð þjálfari. Það var síðasta, hvaða áramótaheiti ætlar að taka? Ef þú yrðir að taka áramótaheiti? Áramótaheiti 2022? Já, bara, ég er að setja þig bara á... Sko, þetta er alltaf verið ógeðslega leiðilega ár. Já. Síðustu 2. Ef að COVID byrjar februar 2020. Eru þau samt búin að, ég var að hugsa þetta daginn, eru þau búin að vera eitthvað þá rosalega leiðilega? Við erum búin að vera alltaf með fullan bát og byrjuð með blökastið og leynilökan kom. Kannski að leiðilega þetta er, veist, þessi neikvæðni í þjóðinni. Já, hún er alltaf. Hún er heldur alltaf. Þessar drefleðilegu COVID-fréttir. Þessi pinni sem ég fengi upp í nefa með svona 30-40 sinnum. Sko, þetta er ekkert háð okkur eins og þetta er bara háð yngri kynnslóðinni. Ég var samt sendur heim í stofu svona líklega 30 viku tótal sko. Ég var bannað með þetta í vinnuna. Ok, en hvaða áramótaheiti ætlar að taka? Það sem ég langar að gera er að ferðast meira. Ok, hvað, til tenni þá 19 svona árið? Ég sagði ekki tenni, bara ferðast meira. Það væri gaman fyrir að fara að prófa okkur nýtt. Ég er bara út allt, skilurðu. Og það er gaman. Þannig að áramótaheiti er að ferðast meira. Ég elska tillum bara okkur torg eitthvað staðar erlendis með okkur nokkur félögum, sitja, tuða og södra bjór. Það er ekkert skemmtilega í heiminum með það. Já, ég get alveg staðfest það. Þú ert ekkert bara að gera það þar út með félögunum. Ég fór í fjölskylduferð með þér og þú varst á AC í drikju, sko. Þess vegna tek ég líka, sko, grislingarna bara með, sko. Og þess vegna er líka annað. Ég með okkur líka búið til meiri dollars 2002 og mér langar að taka 300 æfingar á árinu líka. Þú setjum þetta allt trend í. Nei, hvað er svarið? Ef að Steindi segir ferðast meira, meira af dollars og 300 æfingar á árinu. Okay. Ef hann þá fara rétt ferðast meira það taka allt trend rétt Nei, hann það bara sé eitt af þessu Drullæði fram, nenni ekki að hafa þetta eitt af þessu Hentu honum inn Steindi Það er símanum Nei, hann er þannig Ok, betur Sindri er búin að lesa Herru, ég er alltaf að fá eitthvað símtölu úr svona erlendu númer Hvað kjafta er það? Já, skemm Nei, ég er ekki að svara það Ég er alltaf að fá einhver hringingar úr svona erlendu númerum Ertu að lendi ég líka? Já, ég oft lendi Þetta er bara Lækkaði headphone-inu Nei, þau eru á eyrunum á mig núna Ég, sko, málega er að ég varst að fá bara, hvað, hringingu bara frá Lettlandi eða eitthvað Já, þetta er, þú veist Vistu hvernig skemmið er? Hvernig græði það ef ég svara? Þeir græði ekki að þú svarar, sko Það er örgulega ekkert þegar þú svarar En þeir græði að þú ringir tilbaka okay. Já, þú veist, það er svona yfirleitt, sko Þá bara fáðu kannski 200 kall eða 300 kall Ég myndi að styrkja þetta Nei, ég er góður Ertu tilbúin? Já Þá byrjum við á Hvað er það gáfulegasta sem þú hefur gert? Hvað er það gáfulegasta sem ég hef gert? Þess að ég segja veigilagan Þá poppaði þessi spurningu upp Þegar ég heyrði eitthvað segja í vikun Þetta er kannski ekki að gáfulegasta sem ég hef gert Herru, maður samt segja reitt árið fyrir með þetta Þegar þú varst að tala um þetta skemm Að þú hefur fengið örglegt til svona skemmpost Tölvupost, skilur Og þú sérð alveg að þetta er skemm Að þetta er svo skemmlegt og það eru villur og allt í þessu Það er viljandi okay. Þetta sagði Kös mér, Landakös Hann sagði að það er verið að síja út Að því að þú veist nógu vitlis að svara því Þá fara þær að vanda sig í póstunum, sko. Við sko við, þetta er síja, sko. Herru, gáfulegasta er þú veist þegar ég hef actually þurft að nota bara allar mína gáfur og ég verið bara náða það er að setja saman flókin IKEA-skáp Að setja saman IKEA-skáp er að gáfulegasta sem ég gerst Ég verið 4-5 tímaði og ég náði því, þú veist, hann var ekki skakkur og skúfurnar þetta gekk allt upp Það var rosalegt Þá er það næsta Í hverju ertu lélegastur?
Ég myndi Setja saman IKEA-skáp? Nei, ég er mjög leilur því. En ég myndi gera ráð fyrir því að það væru 5 leikar. Já. Ég er með 2,5 brjósklósblöð sko. Ég er ekki fyrir 5 leikar sko. Það hefur ekkert með það að gera á sér lélugur í 5 leikum og sér með 2,5 brjósklós. Ég er pottitt leilastur í því. Já, ok, skemmtilegt svar. Í hvert er bestu þá? Bestur í sprelli. Sprelli, gríni. Já, þú veist, ég er svona. Ég myndi segja. Það er styrkleiki. Já, ég er svona, þú veist, segjum að sé svona. Ég segi nú kannski ekki þung stemning, en það þarf að kæta fólk. Já. Segjum að ég sé bara ég sé heima hjá mér og ég þarf svona, ég ætla að kæta familíuna. Þá get ég svona. Þetta er eitthvað gott grín. Já, þá gerir ég kannski, þú veist, náttbuxurnar alveg upp sko, alveg upp að bringu og lappa nokkra hringi og svona, þú veist, tekist þér of litlum buxum og svona, það er að fýblast. Classic Camry. Þá er það 4. og síðasta. Hvaða áramóta heiti ætlar að taka ef þú yrðir að taka eitthvað? Vera betri í öllu. Þú veist, er það væmið það? Hvað? Ok, að vera betri maður? Nei, kannski ekki betri maður, þú veist, ég bara, ég vera bestur í öllu. Það er ekki hægt. Nei, ég get ekki gefið góða þetta. Ok. Það áramóta heiti þetta, ég ætla að vera bestur í öllu. Já, þú veist, skilur betri en ég er núna. Já, þú ætla að vera betri maður. Já, þú veist, já, sem er rosalega skrif, það er oft talað um að hætta að reykja eða eitthvað sko. Já, ok. Ekki bara eitthvað, ég ætla að vera bestur í öllu. Já, heyrðu, ok. En þú eru ætla að gera það. Hæ? Þú eru samt að ætla að gera það. Ég er alltaf með svona 13-14 árum deit sko. Minka drykkjuna. Hvað finnst þér, drekku mikið? Er það málið það? Verður hreinskilin? Verður bara hreinskilin? Hæ? Verður hreinskilin? Það er svo létt að náður. Þannig vildi ég að vera í kamerurinn inni maður. Sjá svipina. Nei, mér finnst þú ekki drekka mikið. Við fórum yfir til daginn. Þið voru eitthvað reiknið að vera margir lítar maður sem var Ég meit gott fyrir þið. Ég meit gott fyrir þið. Það er oftar í bað. Þeir hættu þessu rugli. Þú veist alveg áhörundu getur, hlustendu getur. Þú mátt ekki segja svona. Nei, þetta var líka gert til að stríða. Það er engin sveitalegt það er. Og líka, ég drekk ekki mikið. Nei. Ekki ómikið. Nei, hvað myndir þú taka? Árum daginn, ég myndi segja vera ennþá minna í símanum heima á mér. Ég er nú búin að taka mig mikið á þar. Ég er eiginlega ekkert í símanum heima núna, en ég ætla að vera minni í símanum þá daginn, þú veist, minna í síma. Ok, það er mjög gott. Það er ekki gaman, skilur. Ég tek það gilt. Hvað er Egill? Egill! Það er ekki bara hreintið það? Jú, það var mjög gott. Ég er enda að vera mjög hreinskilin í þessu. Já, Egill var líka hreinskilin sko. Þeir eru með komir eitt óvart sem ég fer yfir hérna eftir. Var Steindi að hafa sér svo fíbl eða var hann að leggja sér fram með það? Hann var að leggja sér fram. Allir að leggja sér fram hérna. Til að vinna þetta. Ég spurði. Þú vann síðast. Nei, ég tefði síðast, hann það síðast. Ég veinu sér unnið sko. Hann hefur ekki tapað í 3 vikur. Nei. Hvað gerir því? Ég ætla hann að vinna þig. Egil, ég spurði Steinda hvað er það gáðulegasta sem hefur gert. Hvað hann hefur gert? Já, Steindi hefur gert. Hvað er það gáðulegasta sem Steindi hefur gert? Sko, það eru 2 hluti sem ég veit ég með rétt svar. En ég þarf að sko. Hvað er þetta að hugsa? Ég er að hugsa upp á þetta. Það er annarkot þegar hann uppgötaði í The Mansion. Hann keyrði sig upp þar. Hann uppgötaði vel. Hann fór alveg ekki einni sko. Hann uppgötaði ekki eitt stíkt. Hann uppgötaði alveg bara verulega. Eða þegar hann sprautaði inn og bjóð til The Babies. Já, ég ákvað að fara ekki þangað samt. Ég ætla að gefa það. Nei, ég ætla að gefa það. Ok, ég ætla að hugsa þetta meira. Nei, sko, þú ert aldrei að fara að giska á þetta. Veist hvað hann sagði? Að setja saman IKEA-skáp. Ég ætla bara að taka þetta að þér. Það er gáður að þú gett. Setja saman IKEA-skáp. Ég fattaði ekki alveg að þetta væri svona rosalega alveg hræðilegt. Ég fattaði ekki að geta farið svona mýða völl með þetta. Það er gáður eftir lífinu. Þú setja saman IKEA. Reynda á þeirra hrós. Ég er að viðkynna eitt. Ég geti aldrei sett saman IKEA sko. Ég vann í IKEA eitthvað 20 ár sko. Ég vann í öllu nema samsetning. Það gáðulegasta sem hann hefur gert á ævinni að setja saman IKEA-skáp er rosalega skrítið. Málega það, þú veist, ég fattaði ekki svo auðvitað er þetta rétt sko. Það er ekkert eðlilega erfitt sko. Það er rétt hjá allir, auðvitað er þetta með börnin og alltaf. Málega, ég hugsaði bara þegar ég satt bara einn á gólunni í 4-5 tíma og þurfti að nota allar mínar heilasölur til að klára þetta. Það borgar ekki 1900 kall fyrir samsetningu. Þetta er billionaire sko. Er það hægt? Já. 1900 kall fyrir samsetningu, 1900. Segir bara við eitthvað góð mikið, setja þetta saman og skuttla þessu heim. Er það hægt í alveg? Það er ekkert hægt.
Þú Það getur er sagt samsetning í IKEA sko Nei Það er Egill vannar í sjö ár, Það var sko. eini staður sem ég vann ekki á. Það var í samsetningu. Þessi fólk borga klink, þeir sett saman og skuttla heimdi. Það er ekki sjálfur að gera þess að það gæti mér í þetta sko. Máli, ég get ekki sett saman sko. Þetta getur breytt lífið mínu, Ég get ekki sett hillu saman. Já, ég bara vissi Og hilla er hvað skrúur? Ég get það ekki. Steindi, ég spurði Egill hvað það gáðulegast að svo er gert, hverju svaraði hann? Ég ætla að segja að þú veist hann fór í krakkana sko. Þú veist, ég fann að gruna þessi svar í honum sko. En ég ætla að segja að það hafi verið að stofna fjárþjálfun. Nei, það var að eignast barn. Ég fór úr því. Já, þetta var er mjög góð munurinn á gáðulegast sem Egill hefur gert var að eignast barn, gáðulegast sem Steindi hefur gert er að setja saman IKEA sko. Máli, það var alltaf að gaggrina mig. Ég segi að hafa Já, svo klán ég veit það. Nú er svo gaggrina. Ég miskildi spurningum svolítið. Steindi, Það var góð punktur að þið bjóti fjárþjálfun. Það var frábær hugmynd hjá mér. ég spurði Steindi, Varst ekki fyrstu með það líka? Jú, orðið var ekki til fjárþjálfun þegar ég bjóði til sko. Það var ekki a word. Steindi, ég spurði Egill í hver eftir lélegastur. Hvað svaraði hans? Hann er lélegastur að taka til. Nei, í hnébeyju. Eðla gott svar. Af því að Ég er mjög lélegur að taka til. Kona sagði að hann er oft með einhverja töskur þegar hann ferðast í 2 vikur ósnertar. En það segir rétt. Hann hafði misst Þegar hræðileg það lítið, hnébeyju. sko, þegar lítið að gera í vinnunni, Já. þá er ég góður að taka til og setja í airpodsin í mig og setja hljóðbók eða podcast og tek til í rólehetunum og það finnst mér alveg þægilegt. En ég hef bara aldrei tíma og ég er að vinna 6 tíma á dag sko. En þegar lítið að gera, Já. þá er ég góður að taka til. Það er ekki að vinna 6 tíma á dag. 16. Ég er ekki að segja að þú sért aldrei að taka til í Nei, þetta er rétt þör. Þetta er gott svar. Skúra illa. Í hverju er Hvað var Steindi svarið hans? Hnébeyju. Ég slagur nefniðinu, sko. Í hverju er Steindi lélegastur? Hvað dælur ekki Egill. það? Sko, miðað við hours played tölvuleikjum. Út af því að ég er búin að tala við gamers. Menn vilja menna það er engin í heiminum lélegur á Steindi. Miðað við, sko, hvað hann er búin að eyða miklu tími í þetta. Hann verður bara ekkert betri. Hann bara verður ekki betri. Ég ætla að gefa honum rétt svar þarna. En síðan er ég með Nei, ég ætla að gefa það rétt svar. Já. Nei, en sko, hann sagði 5 leikar, hann ætlar að gefa hann rétt. Já, þetta er rétt hjá hann. Ég ætla bara að taka þetta á kassan. Já, þú ert komið punkt. Þetta er, sko, málega, þegar hann orðar þetta svona, þegar ég er búin að vera gamer síðan 5 ára, ég ætti að vera núna erlendis að spila. Ég er búin að eiga það miklu tíma í tölving. Getur ekkert. Nei, ég bara verð verri og verri. En málega, það má ekki gleyma því að keppa, sko, ég er alltaf, mótspilar er alltaf að koma líka inn yngri og yngri. Viðbröð hjá mér, 37 ára gömlum, ég er bara ekki svo sömu hjá 15 ára spilara, þannig að ég eðlilega næ ekki svona, ef það er svona við sjáum hvort annan skyndilega inn í einhverju húsi, þá er ég dauður. Geðu þetta að koma í punkt og ég var líka með sko, líka lélugur á stundus og líka lélugur í backpressu, ég var ekki viss hvað myndi velja á þess að fremni sko. Þú varst aldrei að fara að segja 5 leikar. Ég hef gefið rétt á allt þetta þarna, stundum sem og backpressu. Í hverju er Steindi bestur, Egill? Hverju svaraði hann þar? Þetta er nefnilega trikki sko, ég veit að ég er með svarið, en ég bara, það er hitt á að rétta. Og þannig er góður í að búa til high quality comedy. Hann er góður að rappa. Þú veit, rappkaflinni í nýja lagin okkur, það er ekkert Betsy ég heirt sko. Ég var að rappa fyrir svona 15 árum, en já. Hann er góður pabbi, hann er góður á hlið og hann er góður að búa til cash. Og þetta er þessi 5 hluti sem ég er með. Er ég get sagt þér warm? eitt af þessu er rétt. Ég vissi það. Nú er ég ok. I like my odds sko, ok, hann er aldrei sagt cash og hann hatar að monta sig að hann sé fór mann ykkur sko. Það er farið, ok. Hann myndi aldrei segja að hann sé góður á hlið þó hann sé ekkert eðlilega góður á hlið. Sko, hann myndi alltaf segja góður pabbi, maður ekki góður að rappa, þetta er góður pabbi af high quality comedy. Ég þarf svar. Ég segi að búið til high quality good shit comedy. Og það er rétt. Yes! Þú með 2 stig. Hann sagðist það er bestur í gríni. Ég er aldrei fyrir þetta í 4 vikur. Ég orðaði þetta sem ekki alveg svona kannski. Bestur í gríni. Já, létt á stemningum. Í hverju er Egill bestur? Hann er góður í mörgu. Ég er bara Pakkaði saman sko, þetta er ekki break. Jú, hann getur jafna. Jó, tekník getur hann hérna. sko, alltaf ég ætla að segja að hann sé mjög góður. Ég var sammála svarinu. Já, það? Já. Hann er ekki rétt Nei, hann er byrjað að reyna að vinna í þessu sem ég fýla. Já, sko ok, hann er byrjað að vinna í þessu, kannski með góða vísbendingu. Nei, hann er byrjað að vinna í að reyna að vinna keppnina. Þetta hjálpaði Klán og ég vil fá hana sigur. Anskotin þarna, ég ætlaði að vera að segja þú sagðir þetta. Ég ætlaði að vera að segja að hann var þá, þú veist,
bestur í að vera heiðalur Við erum að fá ránt svar, hann er búin að vinna Já, en ég fær svar. Hann er bestur í hverju, hann er bestur Hann er að reyna að vinna kemur, hann er bestur í að grilla Nei, bestur í að þjálfa. Auðvitað, ég var Ég er ekkert eðlilega góð að grilla, það er eitthvað betur svar Ég kalla það grillsi sko Nei, bara þér á Instagram sko. Nei, hann er höfðu grill, hann grillaði sér 50 pilsur Já, það var enga snillingi það. Ég get grillað pilsur. Já, hann spark ekki Ég sparkaði steinda af grillinu þegar var með ammálum daginn, það var svo hægur og einskur á grillinu Spark ekki ein pilsa Hvaða áramóta heiti ætla Steinda að taka Egil? Þú ert búin að vinna, þannig að bara svarið hrætt. Nú er ég silki slagur sko. Tjöfullin maður, ég verð að vinna næst Hann er bara pakkaði saman. Ég held að Steindi sé með mjög svipa svar og ég þegar hann aldrei, áramóti heita sér aldrei hugsa heilsuna þegar hann er aldrei labbað í rækt og æfi sinni, það er ekki að breytast Nei, ég ætla ekki að byrja því Hann hatar hotlan mat, það er aldrei að vera það Það fyrir illi mig á maðan Hann er algengasta áramótið hjá fólks er hugsa heilsuna og bæta formið, það er algengasta Það er ekki það sem hann er með Þannig ég tippa á annarkvort eða meiri tíma með börnunum út af að vinna mikið og gegga mikið eða ferðast meira eða leika í annari award-winning movie Er ég heitur eða? Nei, hann ætlar að vera minna í símanum. Hæ? Hann ætlar að vera minna í símanum. Það er að minka skjátt En það minna, já Hvað ættu, ég ætla að auka minn sko Það er að minka skjátt Það er að minka það sem er gaman Auka minn Ég ætla Frábært áramóti það sem er gaman. Steindi, hvað er áramóti heiti hans Egil? Þú getur svona að bjarga andlitinu en áður fyrir mjölusingar. Það er búin að tapa Það er að Það var svo gaman að tapa. Það var svo gaman að 2-0. Það er að ferðast meira Það er hár rétt. Helvítis Hann fór 2-1. Ég held bara að sé ekki hægt en hann má reyna Það var það að vinna aðeins tilbaka hana 2-1 en Egil til hamingju. Þú ert búin að vinna 2 síðustu 3 og það var jafntefli þar á milli en þú er ekki tapað í Þú ert ekki 4 breykið þetta Vel lengur gert maður Þetta var Ég kem þekki sterkur eða ekki og já, Egil er bara orðin öndi spjútið þín. Ég koma sterkur í næst Þið að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og við erum komnir með rándýra gesti ykkar í stúdíóið. Þessi keppni, hún verður alltaf bara dýrar og dýrari Þetta er eiginlega að verða bara upp á hliður minni FM 95 blöð. Já, þetta er skemmtilegt Það er karaoke hérna FM 95 blöð og það eru 2 kanonur mættari í stúdíóið. Það er annars vegar Þórunn Antonía og Páll Rósinkrans, verið velkomin. Já, góðan daginn, Takk fyrir. Sko Þórunn, þú er nú komið og verið gestastjórnandi með mér í FM 95 blöð. Já, af hverju er ekki búin að vera í svolítið tíma? Það er bara góð spurning. Við erum alltaf bara á föstudögum núna sko. Góð mæting hjá okkur núna Tímaði númerinu mínu strax. Nei, bara þú veist, það er bara alltaf fullu bátur Já, það er að því við getum ekki farin eitt eða gert neitt. Ekki nema Egil bara flytið til Tenerife, hann er svo mikið að Það styttist þig, en Páll Rósinkrans, Palli, þú ert að koma þetta í fyrsta sinn, eða ekki? Jú, það er mikið rétt Já, aldrei komið FM 95 blöð. Nei, Nei. aldrei nokkuð tíma Móðalega, það er eitthvað sad Sérstaklega þegar við erum að tala um mann sko upp á hljómsveitum mín frá uppa og Íslandi Jet Black Joe sko, þannig að þetta er skrítið. Já, það er gaman að sjá okkur, gaman að koma Já, bara vertu velkomin. Eru þið, ef ég byrja á þér Þórunn, ertu karaoke manneskja? Já, ég elska karaoke. Já, þú náttúrulega verið að stjórnaka Já. hérna á Sæta svíninu. Sæti sinnu, út af Já. því sko, þegar ég bjó í London í 7 ár, þá var uppáhaldskvöldið mitt, Já. svona karaoke kvöld sem að við vinkonunnar fórum alltaf á pubquiz á eitt bar, fórum svo næsta bar sem að var karaoke bar og það voru svona par sem að klæddist banderskölum Já. og voru með svona mjög skrýtna vinninga í póka, bara svona svörtum ruslapóka með svona alls konar kínversku rækju snakki og einhver svona nipple tassels og eitthvað svona mjög Það skrýtna er vannmeti snakk sko mjög vanmeti og þetta var allt svona mjög random svona vinningar þar kveiknaði ást mín á karaoke en ég vann líka karaoke keppni sko fyrsta skipti sem að ég var mjög mikill lúði sem að fór á hérna svona skólaböll í hérna hvað heitir þetta ég man ekki eins og hvað þetta hérna Tónabæ Já. og það var eitthvað og í kvöld er karaoke keppni og þú voru krakkar búin að liggja alveg við lögunum og eitthvað má ég taka þátt og ég fór upp á svið og söng Frank Mills úr hárinu án undirspils Ok, og bara að kapella. Það er bara fyrst rosalegt. hitti ég Frank Mills og ég bara vann Já, ok. og svo fór ég semst í eftirkeppnina og þar vann ég líka Sko, Það er, sko, hefur þú unnið karaoke keppni? Ég hef aldrei unnið karaoke kemni Nei, það kom með press á því það kom, strax. sko Og máli ég held að það gerist ekki heldur í dag En ég sjáum til Ég held að það verður nú ekkert stærri titill en að vinna þessa karaoke-keppni Þessi er En sko, rosaleg, ef við sko. rifjum þetta aðeins upp Frikki og Jón Jónsson, þeir eru búin að koma að Ok. Sverri Bergmann og Valdimar og hvað lög Sko, er að þeir- tala um að fólk sé búið Þeir sem eru komnir áfram með Já. Frikki Dór er komin áfram Nei, hvað lag? Hann tók Crazy með Aerosmith Já, hann var rosalegt Sverri Bergmann, hann er komin áfram Svala Björgvins er komin áfram Eyþór Ingi er komin áfram Svo er ég að gleyma einhverjum einum
Býtu, Guðrún Árni, komst núna áfram? Nei, Eyþór Ingi vann Eyþór Ingi vann hann, já. Nei, já, það eru bara konar 4 Það Það er datt bara út síðast, já Já. Þú verður að segja mér að ég þarf að mæta aftur Við glemtum eiginlega að segja ykkur þetta. Ef þú vinnur í dag, þá þarf það að koma aftur. Já, ok Það þá ertu ertu- komin í ókipis sjálfbúð að vinna að mæta þetta fyrir einasta föstudegi. Já, það er reynda, þá þarfstu bara að koma einu sinni Nei, tvisar Já, það getur verið, En þú fer alla leið, Já, í úrslit. já, en þú mátt ekki gleyma að heiðurinn er svo mikill, sko. Já. Þú veist, Hver er þetta verðlaunin? Við erum nefnilega að fara að búa þau til Já, já, Ég ætla að heyra í Æsland eða eitthvað og reyna að fá flugum eða hvert sem er eitthvað Það þurfa að vera við erum eitthvað að tala um svoleiðis. Já, Það er rosalegt. Það græði eitthvað En aðalega er þetta titillin að vera sko Karaoke stjarna FN95 blöð er bara þetta verður ekki stærra. Þú veist, þú bara það er ekki hægt að toppa. Þeir eru orðar að svona Þú ert Karaoke stjarna eftir lífið um blöð Það er hræðilegu til Já, við finnum nýjan Það var titill. samt Já. mjög Já, vafasamt. við finnum nýjan titill. Myndur þú setja það ef þú væri að fara að gegja eitthvað staðar Páll Rósinkrans Karaoke stjarna FN95 blöð Aldrei But this is Pat Rosenkranz. He's very famous in Iceland. He's a karaoke star of FM Ég 957. mun alltaf neita fyrir þetta En sko, er þið tilbúin? Já. Þórun, þú barst að Palli myndi byrja Já. Palli tók bara vel í það Erst þú búin að ákveða lag? Palli, þú varst ekki búin að negla það áðan þú komst Nei, sko, ég var bara að spája að taka eitthvað jólalag Það er svona desember og Já, snjór úti Það er þið fyrsta jólalagi sem er tekið í þessari keppni Þetta er bara eitthvað karaoke undirspil sem sagt af YouTube sem Já, þú ert með. sem ég er með þetta tilbúið Þetta er ekki dýrar en það sko Jó, þetta er Ok, ondis, maður. ok. Já, þetta er enda rosa YouTube græja hérna Þetta sko er góð gæði í þessu vídeo held ég. Þú veist, þetta er svona, við það ekki, var ekki flott Svart gæði í lagi. Já, já, heyrist í loðfærunum. Ég heyrði eitthvað tóndæmi áðan Þetta var eins og lélegasti synthesizer Þetta er eitthvað gæi í Afganistan sem við tekið til kallar En röddinn bakkar þetta upp. Já, ég veit ekki eins og hvað synthesizer er Nei, En þú ert að spæta taka Christmas song eða ekki? Jú, ég er að spáði það Ok, herðu, þá skulum við bara gefa því sviðið Þú bara kemur hingað yfir Og hérna kemur textinn á tölvuna Nú tekur þessi hérna headphone Svo hækkaru og lækkaru í þessu hérna Ef þið finnst of hátt undirspili Eða synthesizerinn eða hvað svona kallar hann Merry Christmas to you. Gleðileg jól. Já, Ok, því líka Jesus, ég er bara þetta í jólafík Þessi rödd er rosalega. Vitið þið hvað ég uppliði núna þegar hérna Palli var að syngja þetta? Mér Sálátt. fannst allt í Nei, mér fannst ég bara Það allt í er einu. agalegt að þú myndi segja það sko Já, Ég ég- upplýði bara sálátt Það hefði verið spes. En það sem ég uppliði var að sko ég uppliði mig bara heppin eins og ég væri bara á enga tónleikum. Já, Vitið ég- hvað við? ég er alveg sammála því. Það var nú ekki að hafa svona reverb á söngnum Þetta er svona soundið eins Já, og já, ég skilji. Já, Þú þarft ekki ríf. Þú þarft ekki rífa. Þú ert með hunangsgljáða Já. bara, Ég er ekki að grínast. ég trú ekki að Ég fór bara í hafi verið- jólagýr Mér finnst þetta svo fallegt mér Ég líka og ég hata jólin skilur, Já. en þarna var ég Nú, bara er það- bíddu, hvað ertu, elska Grinch? jólin. Já. Nei, ég elska Já, jólin. jólun eru geggja sko. Jólun eru geggja. Elska jólin. Það er bara Takk fyrir Þetta var þetta bara- Þetta já. var bara eins og að sitja á fremsta bekk á jólatónleikum Þetta var bara rosalega Það var flingur og það er Þórun sem er næstu. Já, Við það er minn bullandi góður. pressa Herðu, Þórun ég Ætlar þú veit jólalega líka? Herðu, nei, þú veist sko, ég er með 3 lög Ok. sem ég svona vandraðist með Já. það er hins vegar Heyr mér að bæn sem er svona fallegt og íslenskt og þú veist, Já. eitthvað sem að engin annar mun örgulega taka Já, svo er Euphoria Euphoria og Must Have Been Love Sko, ég segi Euphoria Er það? Ok, Já. fuck it, Nei, það ekki Jú, Það þurfum En að- endum þetta á smá partí Já, það er líka En það sko, þá er þetta líka alveg gjörsanlega ólíklög. Já, ég er mjög ánægð með Þá kemur þú hérna Það er yfir skemmtilegt. Ég held að Smá svona Bonnie Tyler útgáfa. Þetta var bara sturla. Sturla var þetta geggja maður Þetta er sko, eins og ég hef sagt blöð, þessi karaoke keppni maður, þetta er bara Það er enginn sem tapar hér Nei, Það er nokkuð ljóst Það er maður. ekki hægt. Þetta gati ekki verið ólíkara Nei. En gati ekki verið skemmtilegur heldur Já, það er svo geggjað að fá algjörlega svona gjör ólíklög. Já, ég dyrka þetta en nú er þetta í Fallegt höndum á jólalag og svo bara trillt partílag. Já, þetta var bara Já, geggjað það var störla sko. Og bara, sko, þetta er basically, ég sagði mér ef einhver á Íslandi hefði sami Euphoria þá hefði við unnið Eurovision Já. Þetta var svolítið lægið bara Já, þetta er bara eitt af bestu poplögum Já. allra tíma. En ég er að segja að þú farið og sungið þetta þá hefði þú unnið þetta
Það Já, gæti ekki fyrir Íslandi bara takk saman. fyrir, þetta er eiginlega bara þú veist. mjög fallið og gott trós. En hún, Loreen, hún er náttúrulega bara eitthvað náttúru undir. Já, það er svo flott hjá hann Ég, sko, Ég man þegar ég horfði á þessa keppni Ég hef aldrei verið að viss hvaða lag vinnur Eurovision Ekki heldur. Og ég hef aldrei verið að prifin af Eurovision. Nei. Þarna voru svona kaplaskipti í sko, svona minni skoðun á þessari keppni. Já, ertu Eurovision nörd, Palli? Nei Mér skortir algjört innsægin í að skilja út af hvað það gengur Ég veit ekki neitt þú eru bara að bjóða landakvöðs heimtíðin einhvern tímann og láta hann draga miða og ef hann dregur rétt land og þarf að taka staupin og svona þá er það vissla fyrir þig. Þá getur skemmt yfir Eurovision. Skemmtir yfir Eurovision, ég get að lofa þér því. En nú er þetta ykkar höndum, kæru hlustendur, þið farið inn á vísir.is og kjósið, já, Þórundu eða Balla og ég ætla að gera svo alltaf, ég ætla að kjósa bæði, einn í símanum og einn í tölvunni. Já, ég alveg vona því að fólk gerir það bara líka. Þú veist, ég fari tölvu, fari síma því að ég, hvernig ætlar að kjósa á milli Sko, það eru mörg þúsund atkvæði sem dett inn og það eru aldrei munað meira heldur en 400 atkvæði. Þannig að þetta verður alltaf verið mjög jafnt, en það eru alvöru söngarar að koma í þessa keppni. Þetta er geggja. Takk kærlega fyrir komuna og bara heiður að fá okkur inn í stúdíu. Takk, gaman að sjá okkur Takk, Rókvimar. Þetta finnst mér bara ekki nógu gott lag þó ég dýrki bæði Ed Sheeran og Elton John og sorry Rikki út að hlusta, þetta lag heitir Merry Christmas með tveim stórkostlegum tónlistamönnum. Það er verið nýtt lag. Þetta lag er bara ekki gott, maður. Þetta lag kemur ekki í jólagýrin en Páll Rósenkrans komur í jólagýrin á hann. Já, hörru, ég, sko Þeir voru geggjuð. Bæði tvö, maður. Bæði alltaf að það er ekki slagt Það er ekki slag og söngur að keppa. Nei, það er bara þannig, sko, þetta er hræðilegt fyrir hlustendur að kjósa, sko. Já, það er bara að skoða fólki sem að kemst ekki áfram. Sko, Euphoria er rétt upp á allar. Jón Jónsson, Valdimar, Guðrún Árni, þetta er bara djók. Elisabeth Ormslev. Já, það kemur allavega engin illa út úr þessari keppni. Og svo mjög röddin í Paul Rosenkrantz mér bara, þú veist, mér langaði að brotna pakkana og, þú veist, og það var rosalega þegar ég heyrði röddin í honum hana. Brotna pakka? Já, sko, hann kom mér í jólagýr. Heyrðu, talaðu pakka, Sindri hringdi með hann. Og hann var bara, vildi láta mig vita að hann var mjög ánægð með fótinn. Já, Nei, hann er bara næs. Hann er bara kveiki þessu fót. Hann hringdi og sagði, heyrðu, hérna pakkin svo gassbeða, fótið hans, bara vill láta mig vita, ég er mjög glaður með hann, sko. Já, sem er lígi, ég var við hliðin á hann þegar þú fóst. En sko, ég dyrkaði líka á hann, þetta var eins ólíkt og að gæti verið. Já, það er bara máli. Þetta var jólastemming og svo fengum við partí frá Þórunni. Það er saman hver fer áfram, við erum örug með high quality shit. Það er hár rétt þér og fallega orðað hefur líka ill. En það er komið að spurningikeppni Gilsarans og af því að það eru bara 2 þættir eftir á árinu þá ætla hann að vera með hvað, King of 2021 og svo jóla næst. Já, King of Christmas er næst og nú er ég svolítið að gera upp árið. Já, hver átti betra ár? Út af því að sko þess ég fór út inn, þetta var skrítið ár. COVID-drasli er ennþá í gangi, minnum ferðalög, engin þjóðatíð, trikki ár. Þetta er ekki basic ár. Þannig ég veldi með hver átti betra ár. Við náðum því. Þú veist, við erum eiga frábæran dagfélagarnir, þú veist, við erum að hella í okkur fara að pönk og allir eru léttir, en, sko. En hver átti betra ár? Það sé ég velta fyrir mig. Við náum þessu. Við náum þessu alveg. Ok. Uppgreitaður á árinu úr venjulegri íbúð. Fyrsta spurningin. Já, þetta er alltaf svo. Í höll. Nei, það ger ekki. Þú uppgreitaður í fyrra. Ég þarf ekki að útskýra það fyrir þér. Ég bara sagði þér, ég gerði það ekki. Þú uppgreitaður. Hvað, gerir Logi Bergman þetta þegar hann stjórnar getur betur fyrir að spyrja fólk út í okkur að svara við? Ég var að hugsa uppátt. En keppundur ráðast ekki á Logi Bergman en hugsaður uppátt, sko. Menn er bara léttir, sko. Þetta er bara svo ógeðslega þreytt spurning. Þetta er ekki þreytt spurning. Ég bara spurði, betur, ok, ég er að fara yfir árið. Myndu ekki segja að það væri jákvætt og uppgötaður í höll á árinu? Blöð flutti ekki ár, ég flutti. Þannig að já. Þú ert að byrja þetta heldur sterkt núna. En sko það er 1-0. Blöð strax trailing. Það er ein spurning búin. Já, 1-1 er betur hana fyrir þig, sko. Fórstu 5 sinnum eða oftar í ræktinu á árinu? Já. Nei. 5 sinnum? Eða oftar. Það er rétt að vona. Já, hann fekk nei frá mér. Náður ekki 5 mætingum á árinu, Steinþór? Hann náði 0. Mætingum, ég á ekki kort. Hvert á ég bara að lappa einhvern inn og hvert á ég að mæta? Í ræktina? Býtu, að býra. Og hreyfa þig? Jú, ekki í rækt, en ég hef kannski farið eitthvað. Þetta er bara nei. 5 sinnum í ræktina. Ég tel ekki skeiðvöldið með, sko. Ég ætla að segja, ég æfið með þessu. Ég veit að það er technically cardio, það er ekki tekið með, sko. Áður en Reykjavíkur marathonu var slaufa, þá ætla ég að hlaupa hann, ég kannski færi nokkuð út að hlaupa. Æfa fyrir það. Tekur skeiðvöldin ekki með? Nei, ég get það ekki. Þú veist þið bullandi cardio. Það er technically cardio. Já, 5 sinnum í ræktina blöð til hann. Ég veit að það var að reyna að segja það, sko. Nei, það var ég ekki að gera. Ég hef aldrei gerað það. En náðu þið bara í kort. Leggstu í vinsælustu bíómynd ársins á Íslandi? Já. Ó, báðum í punktana. 2-2.
Svona lúmst mont Þetta er ekki eðlilega Hjá spennandi þér alltaf Fórstu á snekkju á árinu? Já Nei, Punkt þarna Ég meina þetta var snekkjað sem varst með þarna ekki Jó, það var alveg sem þetta var sko Ég hef saknað ég my captain þar Það var ekkert eðlilega næst náði Sko ég saknað eins og ég saknað bróðum sko Ég get Það var svo næst sko Já, ég get sagt þér eitt Ég held að hann sakni þín ekki Ég heldur að þetta ekki Ég er ekki vissu það Það fekk dollars og ég var hress og að þú hafi leikt þrisvar sinnum snekkju Það ekki tvisar held tvisvar sko En ég heldur. mögulega þrisvar sko í sko Þetta tvekja er daga móðu, ferð. sviss Já, ég er ekki hissa Rosalegt Munið að Sveppi tók dífuna Já, fætti sveppadívan See you later baby Það var rosalegt Hann er að fara að joina okkur eftir Hvað veislaði það Já, ég ætla að vona að Stór vera hættulegt kvöld fullur og reyður Já, það eru 90% líkur á því Ég elskar það að lesa yfir mér Já, Hann er Það bestur kemur svolítið bara þörru, kannski er það bara útla hress Sér allt í einu bara fæ ég lestur Og það var ekki fyrirvara á því Það var ekki sem varaði mig við ég var að fá lestur Bara bara þörru það er okkar hvað næst Fórst í bleiu á árinu? Nei, Nei, jú, það er 2-1 Stefán Sko, við verðum eiginlega að ég vera gerði hreinskilni það hérna sko ekki Já, ég er það Þú getur ekki, ég nenni ekki láta mig fara í vondskap Nei, núna, Stefán. nei, ég er Ekki gera það. Ég spurði Við erum búin að ekki rífast oft um Var ég þetta að spurja? Ekki láta blöð fara í vondskap Ég var ekki að Það koma sem þú með settir á raskataður er Já. bleia í síðasta sinn Nei, ég Er setti það ekki á bleia? mig Ég setti ekki á mig Heitir þetta ekki bleia? Þetta var Það sem þú settir þarna fyrir raskataður heitir það ekki bleia? Þetta var notað sem Ég hef ekki að nota hvað sem er þetta Þetta Já, var en ég notað sem spurði, skjöld var þetta bleia? Það var skjöldur Ok, það Var var þetta bleia? skjöldur Já, þetta var hluturinn. En hvað Já. hlutur var þetta sem notaði þessi skjöld? Bitti Hvernig var spurningi? Sagður ekki Bitti, maður spurði Sagður ekki Hefurðu farið Setti í bara- bleiu? Ég Já, er í vondskap, Já. setti bara punkt á Já, ég hef ekki farið í bleiu Farið í hana En þú veist Það er 2-1 Sko, ef ég set blei og ég stundu Önnur löppina með kæmist ekki inn í óli bleina Ég er með krakka heima sem er í bleiu Stundu setja hann illa á Hann er samt í bleiu Akkurat Ég Þó setti ég hef ekki ekki á mig. festa það Thank nógu you. vel Ég fast skilurðu. ekki neitt 2-1 4-3 4-3 Ekki með leiðilega þegar en mál er Ég 4-3. tek Þú fékkst executive decision núna Þú fórst í bleiu Nei, ég Já. gerði það ekki 4-3 Já. Hefur þú leið á parketti allsber á árinu? Nei, Nei, það er mjög spes Ég sagði að Var skrýta það bara á bleian króknum blöð? ég er með parkett heima, það var ekki parkett á gróknum Hann var á dúknum Varstu með cozy teppið það? Nei, hann var lág á dúk Dúkur, grætt dúkur, ég er búin að segja þér á svona 50 sem Grætt dúkus Já, hvað ætlar að rakka niður Nei, fjóra nei, fóröldrar nei. á þessum tíma Það var alveg eftir þér þarna Ógæslega peningagráðu á svinni Við höfum ekki efna á parketti sko Já, hlægið að því Ég er ekki að hlæja því Ég er ekki að hlæja af dúknum Ég er að hlæja svarniðinu Með þetta bara að fyndi Ok Og líka gasta ekki vestur á þetta Fyrir að vera drulluði fjára fóröldræna Þegar þú varst yngri sko. Já, við getum bara staðfest það, við höfum ekki efna á parketti Það var alveg pæling að fá parkett Já, sko. ég er svolítið óþarf að fróa sér á dúknum sko. Ok Fyrstu jafn á árinu? Ég er bara, veistu hvað Svona alltaf Næsta. Við svörum ekki svona Nei. Við erum orðin núna bara Við neitum að svara Eru Já, komin ég yfir bærum að lendi þetta. þessu Eitthvað gæði á MR Næsta Já, Já, þú Við ætlum ekki að svara. Þið eruð bara ekki að þessu Við erum fjölskyldumenn Þú getur ekki spurt að þessu Næsta spurning Ég get ekki spurt það þessu Það er eðlileg spurning sko Nei Nei, Heim og sjá. eðlileg spurning Ég veit svarið Já. Ok, þetta er mjög jafnt ennþá Já, þetta er rosalega Ok, nú kemur flókið spurning Skelltu þér í Ok Boccia, keilu, karaoke Býtu, twist 1 stig fyrir hvert 3 stig í boði Þannig að ég Þetta er annarkoð 3 punktar 1 punktur, engi punktur Ég fæ 2 steg þarna Ég líka Hvað fórst í? Ég fór í keilu og karaoke eitthvað tíðan árinu En ég fór ekki í boccia Af hverju skelltur ekki í boccia? Ég hefði alveg viljað gera það Ég bara Þú veit, ég vant alveg bara solid 3 punktar á Nei, bauð býtu, ekki- ammali Nei. mitt var ekki ár Við fórum Á- ekki bótsið í sumar Þegar bjóst, varst það blæsa með The Penguin Suite? Nei, þegið Það er mörg ár síðan Já, nei, þetta er nei hjá mér, þetta eru 2 steg Ertu ekki búin að skella þér í boccia einu svona árinu? Nei. Þetta er fucking COVID Matteo kom hérna í mæ Hann var ofta að spila með bótsið á sumrin Og það var bara engin tími Hann hefur gæti ekki hitt sko- króksarana og þú veist Já, þú veist, blöður útlægin á króknum núna Ég eftir að veist hann að sagði ég kasta nokkru kólum Auðvitað myndi ég segja, ég skammast Já, mér þetta er ekkert fyrir að rosa fara bótsið sérstakt. Já, ég veit það, það var busy ár Bara karaoke og keila Já, Þetta er 6-7 fyrir Steinda Þetta er ekki 550 approved og það hefur ekki farið í boccia sko nei, það er bara ég Sko Steindi er Hann að gera núna með lítið og 2 spurningar eftir Ok, ég verður þólimóðir Maður þarf bara að vera Ég þarf þolinmóður að lesa vera í kringum spurninguna. þig, sko. Sko, hefur skipt á bleiu á þessu ári í bleiu Nei, sem er amazing twist, sko
Nei Þú veist, og nú, þetta er döðafæri við þitt. Þetta voru að loka þessari Já, keppni. ég veit að hefði ég hefði, sko, þegar ég sett á mig skjöldin þá hefði ég ekki getað sinnt neinu. Ég var bara, ég lá fyrir. Ég lá út af. Hefur ekki getað skipta á bleiu? Nei, ég hefði ekki getað það. Ef veistu hvað það er fyndið, þú verið í bleiu Já, ég var að ekki. skipta Já, Ég reyndar, veistu hvað er besti, ég sé það fyrir mig nú. Já, það er alltaf mynda á honum í bleiu á peysunni. Ég skil alveg að það hefði verið fyndið og mér hefði fyndist það líka. En það gerist ekki. Nei, bara ekki það þessu satt. Ok, nú er lokaspurningin, döðafæri. Þetta er annarkot jafntefli eða stendi átti betra ár. Sagði gerlega við þau á árinu. Ok, wow, shit. Ég get ekki jafn það. Motherfuck, Jesus, titty fucking Christ. Þannig gefur Steindi Junior. Hvernig getur auðvitað fengið stig? Hann gæti mjög mögulega fengið stig. Sagði Sigrún einhvern tímann á árinu? Nei, það sagði þetta ekki. 7-6 við Steinda, þú ert victorious. Til hann ekki með geggja ár. Ég vildi ekki vinna þetta. Þú átti gott ár. FM 95 Blu í samstarfi við Túborg, Slippfélagið og Keiluhöllina. Það er hárrétt, það er Túborg, Slippfélagið og Keiluhöllin sem færir ykkur FM 95 Blu og við erum konu með góðan gestinga í stúdíóið. Það er okkar uppáhaldsmanneskja hérna á annarri hæðinni. Hún heitir Eva Laufey, verður velkomin. Já, blessaði meistara. Já, blessaði meistari. Nú er ég komin í Já. Hvernig ertu? Gott að Finnur vera ekki orkuna Jú, henni? ég er að breyta mig líka, nú er ég stórmeistari. FM að því ég er nú bylgjukona, sko. Nú er ég svona meira hipp og cool. Nei, Já, það var átt að tala hans hraðar. Ég gera því. Og þú ætti líka að segja hérna hér á FM. Já, hér og FM og eftir verðum við með snakk og, Já, eða ekki? jú, jú. Verður með snakk? Nei, við erum aldrei snakk. Er ekki að gefa snakk? Nei, Nei, það snakk. var helviti stórgleg gjöf. Við höfum Það aldrei eru gefið opnað fyrir síman, við ætlum að gefa snakk. En stundum Verið að gefa það á bakkarinn bylgjunni? Við erum að gefa náttföt og hvað er þetta að segja? Ég sagði stundum bakkarinn sendibíl með glænýjum tónlistarklukkutíma. Það gerir stundum með það. Bakka inn. Já, talaði það. Bíp, bíp, bíp. Jesús. Glænýjum Ég gaf Steinda karmeluköku, já, og hann elskar karmelukökur. Já, Hvað er kaka þín? og ég get ekki valið. Getur ekki valið. Nei, þetta er rosalega erfið Þetta er eins og að spurning. gera með uppumelli barnana sína. Getur ekki valið Víst, jú. Það er að tala um En kökur. En núna er ég í svona jólagýr, þannig að ég myndi segja sörur og svona piparköku. Ég gæti Það baka er ekki piparköku. kaka samt, Jú, eða? piparkökukaka. Já, Svona en þrygg- sörukaka. Jú, sörukaka, þetta eru kökur. Ertu loftkökukaka? Nei, það skil ég ekki. Það Ég- er svona skrítið. En skrítið það, ég er mikill hjónabandsælu maður. Þetta er hjónabandskall. Já, Já. Veit þið hvað ég er? Ég er randalínukall. já, viðbjöður. Nei. Randalínu kall. Það er enda mjög gott, sko. Já, ég fekk alltaf randalínu hjá ömmum maður. Ég fyrir að kaupa þetta, meðist bara bakarinn gera þetta vitlaust og vonandi eru flest öll bakarinn að hlusta á hana þátt af því að ekki vera að setja sult á þetta. Jú, það er mjög gott. Á Nei. hvítukökunni verður að vera sulta. Nei, Á nei, nei, brúnukökunni er hvítkrem. Já. Þú var að kenna henni hvernig á Já, að gera ég er að tala um Ekki randalínu. kenninni Ég eða búðu er að tala um Sigur kók. randalínu með hvítu, hérna, með hvítakreminu. Æi. Ekki setja sult á Það það. er basically svo hún myndi að fara að kenna þér hvernig á að gera það á hlið, sko. Þetta er já, hennar veit. fag, Ég gæti sko. nú gert það. Það er ekki að kenna Steinda það, sko. Gaman að sjá þau minn. Þú ert í að bóksir. Þú er komin út í alla verslanir. Já, og svo þið eru búin að kaupa, þið geti ekki tala endalist um hvað er mikið pening og verið flottir á því. Nei, það er Ef þið eru maður búin að sem talar um- styrkja Það breytt maður þetta sem talar um sterk á skaganum En sem er segðu mér- gjöldbók. Segðu mér eitt, Baka með Evu, Já. award winning bók. Yes it is. Getur, ef ég er en idiot í eldhúsinu. Erstu það? Nei, ef ég er, ég Já. er frábær grillar, ég kalla það grillsi, sko. Já. En ég lélur að baka, ég viðurkenna Já. það. Ef ég opna bara random blaðsjöðu, er þetta idiot proof, eða þarf ég að vera með, sko, þarf ég að vera með grunn í baking til að baka þetta upp? Alls ekki, þetta er nefnilega, ég hugsaði sko fyrir börn og fullorna. Þeir börn eru ótrúlega klár, nóttu tvö börn. Já, Og stelpur sem stelpur 7 ára, já, hún er klár að getur baka, bakað. miklu betur en ég. Já. Hún heitir með sig Eva. Já, Já. takk fyrir það. Já, Það var já, óvænt, já, það var bara óvænt þannig. en ég hefði gaman að því. En Þannig það getur bakað saman. Og Þetta er þú ekki var- flókið? Nei, þetta er ekki flókið og þetta auðvitað eru uppskriftir þarna sem eru kannski aðeins flóknari en þetta er alltaf bara þannig að ef ég get gert þetta, þá getur þið gert Nei, þetta. þú Er ert þetta- að gata en Já, professional. ekki Ég- segja þetta. Er þetta að elda með mikkabókin? Þannig séð. Svona eins og Í rauninni, þetta er bara bók fyrir alla. Ég fekk hana sko eins og ég elda Já. með mikka. Það er bara svona, hvernig á að gera spagetti og svona basic En og hvernig fannstu upp á þessum geggjaða titli? Baka með Evu. Æ, þetta kom bara hérna til mér í Geðveikt draumi en það er ótrúlega góð saga af því ég var hérna, byrju, hvar var ég? Hvar var ég? Baka með sjálf. Ég var sem sagt upp í bústað og dreymi þetta Hvað er búin að gefa út marga bækur? 4 Fjórar? Flottar væntalega allar Nei, ég er svo... Sjáu ok. þið strákar, ég kaupi allir þessi spil Nei, Endanlega Þetta er til heima potið til okkur, sko. Skellur, ég er alltaf að kaupa þetta Ertu í rithöndasambandinu? Nei, Þú þarf ætti að bara vera að gefa það út, þú þarf bara að gefa út
þú hefði þetta ekki gert það bara því út af sjónvarpinu og skrifa 2 serjur. Sagtu mér ítundasefn, ég þarf backup-bandinni. Ert þú þannig inni? Hann á Facebook síðunni þeirra, hann fær engin likes þegar hann setur eitthvað inn, sko. Hann var með ally hana. Máni mættur þetta núna á. Já, Máni og Kjartan var það hans fyrsta verk að skrá sig í félagið? Tók ég þráinn. Fyrsta sem hann gerir að skráðinn. Já, ok. En núna erum við búin að plugga baka með þau. Nei, það er meira til. Nei, nú ætlum við að fara í fjörið. Steindi, þú ert búin að semja hvort myndir frekar. Já. Þó að þið sagði það, hann væri búin að semja ykkur ógeðslegar spurningar. Já, þetta er allt sendt frá honum. En þegar það Steindi búin að ræða við hann með hvort myndir frekar, þá er ég líka að spjalla við hann aðeins, ég þarf smá pottakoncept ég þarf að ræðast við hann. Pottakoncept? Klárum að bara saletmaster pottakoncept. Já, heyrðu, þeir eru frábærir. Ég fjárfesti hérna. Já, en ég á það ekki, tengdaforeldrar mínir eiga. American Investment. Hver plataði þau? Einhver vinnu þeirra og þau kunni ekki við annað. Nei, Sam og Egil. Sko. En þeir eru geggjaðir að ég hef prófað mjög mikið það. Mesta píramídaskín. Þetta er snill sko. Sko, Kolbani bauð mér eins og hann hrindi mig og sagði, Gilsari, ég spá bjóða þér í mat í kvöld. Og ég bara, yes, frábært. Sagði ekki neitt meira það. Sendaði ég að vera 700k niður in the hole eftir hennar mat. Þetta er lífsfjárfesting. Við erum að fara að punk í kvöld hjá Kolbaranum, hann talaði vel um hann. Þetta er gott sko. Þetta er gott. Ég hef gefnað þessu, endur ég að gefa út bækur til að hjálpa mér að hjálpa fjölskyldunum minni. 1,3 fyrir þetta. Ég er að segja það, ég er ekki allir svo Egil, það er svona getur hann kett bækur. Ég dreifði þessu á 12 ár á vísa sko. Það sem að kosta þetta enda, þetta kosta 1,3 sko. Bara vitið það, þið viljið styrkja mig í pottakaupu, þá kaupið bókina. Ég skal kaupa bókina henni, ég lofa þér. Ég hef nú hittið í kringlunni, ég hittið eins og baði mig hitta í kringlunni og þá fórum við og vestlum potta. Já, leikur og segi pottarnir eru líka geggjaðir. Herru. Ég takka bara fyrir mig. Nei, þú sleppir ekki svona þetta. Ertu klár? Nei. Er þetta bara hún? Þetta er ekkert vesen. Ó, ok, gaman. Nú erum við saman, já. Samveran er gulsigildi. Þá er ekki stress. Strákar, guys, við erum öll saman í þessu. Hvort myndu frekar, fyrsta spurning, aldrei aftur baka eða aldrei aftur stunda kynlíf? Hvað er góður? Baka, ég myndi alltaf baka. Ég get hitið bara fínt, en við hattu getum alltaf baka saman. Hann hefur bara að finna eitthvað annað. Þú ert ekki að fara að gefa your cash cow frá þér, sko. Nei. Þetta, hún bara svaraði þessu strax. Hún svaraði þessu á nanosekund. Já, ég get svarað þessu, ég er prætt, ég er ekki að gefa út baksturinn, sko. Já, mér grunnaði það líka. Eina sem ég velta fyrir mér er kannski, er ég geðveikur að baka, sko, þegar ég prófaði það, sko. Ég hætti þessu. Ég hef aldrei bakað, sko. Með heimilsfræði í 7. bekk. En hefur gert hitt? Þú hefur aldrei bakað Dóttiðinn. Þetta fór nákvæmlega eins og ég held að þetta myndi fara. Já. En það, helst að Eva myndi gefa hitt upp? Já, hún myndi ekki gefa upp baksturinn. Hún hugsaði ekki eina sekundu. Herru, aftur Hattu sig ekki lusta þetta. Hún kallir ekki að lusta. Herru, þið eru öll svona gym rats. Þið farið í ræktina og ef þú ert að hlaupa mikið, ég veit það. Já, bodybuilder. Já, og ég hef hlaup inn í þessu. Aldrei aftur líkamsrækt eða aldrei aftur að horfa sjónvarp? Aldrei aftur að horfa sjónvarp, held ég. Og ég veit þetta bara Má ég horfa á síman eða tölvuna? Nei, þið megi bara ekki horfa á þátt, bara leiki sjónvarsefn eða þætti. Má ég fara í bíó? Má ekki horfa leiki sjónvarsefn? Ég er bara að spyrja, má ég fara í bíó? Nei, þú mátt ekki horfa á bíómyndir heldur. En þú mátt aldrei fara í ræktin heldur. Út af vinnunum minni þá þyrfti ég að gefa upp ræktina og það væri hell. Er ræktin samt að fara út og laupa? Er þetta ekki rækt? Nei, að rækta sjálfa sig. Þannig að blöð má ekki hreyfa sig bara aftur. Jó, ég má alveg hreyfa mig. Já, bara ég var lappar út í bíl og kerir bara hreyfa eins og ég. Jís. Þannig að hann má stunda samlíf. Já, ég hætti þessu. Það er hreyfing, það er einu punktur. Ég myndi sleppa sjónvarpi. Ég myndi sleppa ræktinni. Sleppa ræktinni, sleppa sjónvarpi, þeir eru bæði. Já, því ég bara verða að hreyfa mig til þess að líða vel, sko. Já, ég meina, þú veist. Og auðvitað líka, hann funkar ekki nema þú líka drefst fyrr og hreyfir þig ekki, sko. Hann að ég verð ekki að horta það sem ég er að búa til. Þetta er vinna mín. Þú drefst líka fyrr og leiðundum og horfa ekki sjónvarp, sko. Ég ætla bara að einbæta mér á podcast og radio. Þannig að ég ætla að halda ræktinni inni. Ég var einn á móti ykkur. Nei, það er ræktin á ykkur báða. Nei, hann vildi alltaf að gefa upp sjónvarpið og hún líka. Ég vil halda gimmuninni. Já, alltaf þú að gefa sjónvarpið. Ég veit og sérði illa, ertu fann að heyra illa líka? Hann var ekki að hlusta, ég elska þetta. Hann var ekki að hlusta, sko. Ég sónaði út. Hörru, það var þriðja, aldrei elda aftur. Þessi er svolítið fyrir þig. Svolítið eins og fyrsta á hann. Aldrei elda aftur eða þurfa að vera í sömu narjónum í viku í senn. Þannig að það líða 7 dagar. En maður getur baðað sig okkur með einstu degi. Já, en alltaf sömu narjónar. Ég meina það er alltaf leið maður baða sig bara vel. Máttu skipta þá viku fresti. En það er samt ekki alveg þannig. Ég ætla ekki að þetta, ég ætla að vera í mínum trókum. Eva
talaði nánast eins og hún sé að þessu Já. Bara ef þú baðaði vel, þá getur þú verið í sömu Já, borginni í ég viku, er sko. í seminarjónu núna, ég er bara verið með viku En nei, þú veist, en þetta er ok, ég skilða alveg, þú getur baða og Það svona skiptir einhver, ég get ekki gefið upp matselt Það er besta sem ég geri Þú veist, það Vera getur goddamn það chef, getur Steindi. sloppið Það er einn og enginn einn að dropi. kíkja í nærbuxuna mínar Það skiptir einhver máli Nei, Ég þetta ætla er svona ekki Ég ætla að gefa upp Það var í cooking sérstakt Þú sko veist, þetta er mér myndi finnast mjög ógeðslegt og óþægilegt að fara í seminarjónu bara á morgun, skilur Nei, Eða, þú veist, Hvað er að gerast það? Það er ekkert það er ekkert allir að sama mataræði og þú sko Rekum mikið við sko Ef Þegiðu, maður. það laga mataræði þá var lagast það líka sko Það er að Ég er ekki hissa að þú viljir ekki að fara í þína nariður aftur en við erum öll feskir Voðalega gaman að vera með því Það er svo leiðilegt að hanga með ykkur öllum, þér líka Eva Þú ert að taka þátt í þessu Ég heyri það Heyrðu Ok, Það síðan byrja að vera konar 3 ára, 4 Já, ég var með 4, hún er Skrítin það Nei, hún er, já, ég Séð á hún skrítin Já, ég Erstu hvað? Já, ég Dónalega Alltaf hætta við hana bara. Segð hennar fyrst og Já, byrjaður ég ætlaði basically að segja bara hvað þú veist, þá myndir aldrei baka aftur eða aldrei baka aftur Hæ? Það baka, skilur Baka Hæ? Að baka fara Baka vendriði? Nei, baka, þú veist að bara fara á klósetti að baka Það við ætlum í lag Taka og bakstur. svo ætlum ég hendin í það Bíddu, ég skil Nei, ekki. það skilur hann enginn Bakin á klósett Aldrei hæja sér aftur Og ég bara það Já, stundi maður myndi Þú stíplast getur aftur. ekkert hætt því Nei, þú veist, maður fengi allavega Myndi deyja þá Já, Akkur vilt að ég deyji? myndu við degja fyrir eitthvað að hætta baka Klárum þetta samtal FM 95 Blu í samstarfi við Túborg, Slippfélagið og Keiluhöllina. Þið er að hlusta á FN95 Blöð og hún er ennþá hérna hjá okkur Hún Eva Laufey og Masterchef. Masterchef Og við erum að rithöfundur. henda henni Já, rithöfundur og var að fellow gefa rithöfundur. Vá, fellow rithöfundur Var að gefa Frábært bókina að fá. Baka með Evu Endilega tekkið á henni fyrir jólin En áður við sleppir og klárum þáttinn Við ætlum alltaf að plugga líka blindu bakstri, manstu? Við ætlum að gera það líka Já. Blindu bakstur Hann á hefst hér að sunnudag. stöðu Allir Á gangi sunnudaginn, Já. það er blindur jólabakstur Já, heldur betur Já. takk Takk Þessi Jóngunar sem mættur Plugga vel sko Jóngunar Já. gerir til að koma inn Það er ekki að kenna Jóngunar að plugga Takk, sko. takk, takk En já, við ætlum að enda á hendar í Já, hraðspurningar eðislegt Kynnast þér aðeins betur Ó, takk Svo hlustundur okkar þekki þig Já, og Ertu tilbúin? nei, Nei, en þú ætti bara að hreinsa hugan og segja fyrst að setja þetta í hug ekki vandamálið Það er hárrétt Við byrjum á uppáhaldsmatur Pasta Besta bíómynd allan tíma Einu sem er dættir í hug núna er Clueless En það er alls ekki það En það, ég gott segi svar. það bara Liði ensku Liverpool Új, hvað kveikir þér? Ói Hvað kveikir í mér? Já, Góðu lykt góð lykt Hvað drekkur á djaminu? Ég er að vinna svolítið með hérna bara gin og tonic Já, það er gott að vinna með það Rótart Hvað fyrir næst Hvað fyrir næst Já, ég- það er? Óheiðarleiki Hvaða lag tekur í karaoke? Það er svo mörg, það er mörg góð Það er ekki með þannig að öll lög vinna með mér Og ég vinn með þeim Já, En öruglega bara I wanna dance with somebody gott lag Rosa. Gott lag. Henda mér Hvað er kynþokkafélista dýrið? Hvað kynnt þóka fyrst að dýrið? Nú þetta er mús En hún er ekki Já, það er fyrsta sem kemur í bugan Það er spes dýr, það er velja Mást að sjá hana fyrir Mjög sérstakt. Nei, bara hún svona Bara lappiðu köttu krútt, ég veit ekki Já, það er allt í lagi, sexy höldum áfram Það er mjög sexy Sigrún Ósk eða Sindri Sindra? Siguruna því hún er skagin Skagin Sindri eiga mest að daga Fekk lélugustu jólokki allra En tíma kosti þetta 4.000 krónur? Leinivinn Hvað? sínum Gjöfur svo keftir Já, Það er allir svo hissa á því Já, hún er dauðaleg. Af því að hún var svo léleg sko. eru allir á hæðin að tala um gjöfina mér Já, Já, það er slöggjöf sko Við var þetta svona voðalega big thing þetta á var hæðin skrítið Þetta var skrítið Hvað er það skemmtilegast sem hún gerir? Verða með stelpunum mínum Hver er þinn helsti kostur? Menni Ha? Eru margir Það er money Ég held að þetta Nei. money Já, peningar, peningar. Money Hvað eigum við að segja? Segðu bara þetta fucking Masterchef Já, fucking Masterchef Já, hver er þinn helsti ókostuð þá? Ég segi oft Þetta er svo típist Og ég kann ekki segja nei Já, kannski ekki segja nei, það er þinn helsti ókostur Ok, vá, góð, Já. það var jákvæð Svo get ég verið líka svolítið skapleðileg stundum Er það? Ég fer hatt upp og hatt niður Ekki hérna ok, nei, ég hef aldrei Hér. séð Sæðilega Jón glöð hérna Nei, Ég hef svo fer aldrei séð þið í fílu Nei. Gaman að sjá þið brjálað Ég get verið svona pínu Farðu steraköstu Já, út af þessum styrun sem ég byrjaði á. Ég veit þú ert ekki að dæmi Ég veit ekki hvað sterakast er Nei, ég er að segja að það bara skyndilega farið kast Bara Nei, ekki- öskrar og Nei, bara svona Getur fókið eitthvað í mig Þú ert bara út að hlaupa þig ekki Það er svo skrítið að vera á styrum
Já, það væri mjög Er það tælensku bólum? Áttu hlutabref? Já. Hvað lag kemur þér í gýrin? Úlala, býtum við, herðu, hvað er það sem ég er að hlusta á núna? Nýja lagi með Elton John. Uppáhalds podcast? Jólalagið þarna sem við Jólalagið spilum á viðbjóður? Nei. Með honum að Sheeran? Nei, með Dua Lipa hérna. Já, með Dua Lipa. Hvernig var lagið? Það er engin, það veit Hún ekki var að hvað segja, lag hún var var líka geggjuð í karaoke sko. Já, ég er ágætt. Hvað sagðir vinnur? Uppáhalds podcast? The Blurcast. Vel gert Við spilum ekki meira. Þetta var rétt svar og eina rétt að Já, svara ég er bara, vitið það, ég er bara one of the gang. Takk. Það er komið að lokum hér hjá okkur í dag. Erum að kveðja núna? Já, við erum að kveðja. Er hún 6? Við erum að fara að henda okkur nýra á pönka fá okkur að borða. Við erum að fara að hitta Ásgeir Kolbar, hann Kolbens. sko það verða á staðnum. Ég ætla ekki að mynda af eina af afmælisbarninu á Instagram-trinu. Það er pressa á þú gerir Ásgeiri. Ég hef aldrei farið á punk nema að vera helvíti glaður. Ég ætla að vona að hann sé sjálfur á grillinu. Áður en kveðja, við verðum að koma að verða Heisi, svona legend hérna á Íslandi í Power bransanum. Hann verður að senda mér, veitum hver það er. ég panta eina bleiupeysu í 3XL sko. Hann vil bleiupeysu. Já, bleiupeysan er Það slagið. er að drita eftir Var skilabóð. Heisi að panta bleiupeysu? Takk fyrir hlustunum í dag. Við Það verðum getur gleymt því að mættir aftur næsta föstudag og minnum að sjálfsögðu á blöðkastið fn95blöð.is og það er afmælistáttur Steindar næsta þriðjudag, tókum við í gær og hann er veisla. Hann fekk peysuna þar og rosalega afmæliskveðju, ég ætla ekki að gefa meir upp. Og það er fn95blöð.is. Við getum ekki gefið neitt upp. Okkar er með. Já, og svo blindu bakstur á Já, sunnudaginn og bókin. og bókin. Áður en áður, smá shoutout. Það er álfur fyllibittur að hlusta og sem er Dergate fyllibittur sem er eitthvað jólasmakki, þeir kalla sig veiði merðirni þegar að hlusta, allir mökkaður. Shoutout. Já, shout out. Við vorum takkaði líka á Instastory. Það er einhver á Tenerife að hlusta á okkur, ég sá það. Já, bara hvaðið til tenni. Ég ætla að taka ykkur núna. Herra, þetta er komið gott. Við ætlum að enda á besta jólalagi allra tíma. Egið góða helgi.